Já, verði hjartanlega velkomin hérna í Elko-deildina í Fortnite. Fyrsta útsendingin fer fram í kvöld og jafnframt fyrsta útsending frá Fortnite-deild á Íslandi. Þetta eins og ég segi, fyrsta deildin, alvöru mótið sem við erum að fá í Fortnite og verður ekkert eðlilega gaman að koma með allan hasarinn úr þessum leikjum beint heim í stofu eða heim í tölvuherbyggi til ykkar allra. Ég heiti Ólafur Hrafn Steinarsson og mun vera með ykkur hérna í vetur en verð að sjálfsögðu ekki einn en það einvala lið af algjörum snillingum sem með mér og það bara, við skulum kynna til leiks fyrsta snillingin en það hann Stefán Atli sem stendur mér við hlið hérna. Heldur betur, ég heiti Stefán Atli og ég búinn að vera að streyma Fortnite síðan 2018 og hef verið að spila hann leik svolítið mikið, virkilega skemmtilegu leikur. Og það bara frábært að sjá að við séum komið með þessa Elko-deild í Fortnite og að keppnissamfélagi sé að gera svona góða hluti hérna á Íslandi. Já, og 2018, ég meina það eru 6 ár síðan og þú loðir ennþá við leikinn og ég man bara eftir því þegar við vorum að koma rafíþróttasambandinu á fót að þá tók maður sérstaklega eftir þér og Inga Báir í Ice Cold alltaf að stríma Fortnite og gera góða hluti á þeim vettvangi. Og ég man eftir þið voruð tveir akkurat að lýsa 2019 á fyrsta Fortnite-mótinu sem var haldið þá bæði mótið sjálft og í stjörnustríðinu á Reykjavík International Games. Heldur betur. Það voru Steindi, Herran Hetusmjör, Donna Cruz og Gunnar Nelson að spila Fortnite. Við vorum að keppa á mótið þeim. Það var mjög skemmtilegt og gaman að lýsa því, sko. Já, en við erum nú ekki bara tveir. Í skammakróknum þarna hinum megin Aron Fannar. Aron, hvað segirðu þarna hinum megin? Já, góða kvöldi. Aron Fannar heiti ég. Með að við tímafjölda þá ekkert eðlilega lélugur í Fortnite. Þannig að kannski ástæða fyrir því að ég sé henni í skammakróknum í dag. Þegar ég byrja liðinu, hvernig fyrir þetta fram í kvöld? Já, herðu, við tölum bara fyrirkomulagið á mótinu. Já. Og förum svona aðeins yfir það. Mótið heitir eins og áður sagði Elko-deildin og eins og þið sjáið hérna á sjónvarpinu á bakvið okkur. Þetta deild. Þetta ekki bara mót og það fyndið að hugsa það sko þegar við byrjum 2019 að þá var ekkert sem að hét sko svona sérstakir leikir fyrir keppnisspilun. Þannig að það var keppt í sko hver gat náð mestum eliminations yfir ákveðin fjölda af leikjum en í dag að þá erum við með okkar eigin leikjaþjón þar sem að vera bara íslenski spilarar að keppa á móti hvorum öðrum. Þetta fer fram í solo formati, það þýðir það að það bara einn spilari í hverju liði, allir spilarar sjá sig sjálfa.
Þetta verður 10 vikur, einu sinni í viku, alla mánudag, 2 leikir spilaðir á hverju kvöldi og allt í boði Elko og við þökkum þeim kærlega fyrir stuðninginn fyrir að láta þetta verða raunveruleika. Heldur betur og það eru yfir 50 spilarar skráðir og við erum með þekkt nöfn og við erum líka með nýja og unga og efnilega spilara sem eru hérna að taka þátt. Já, það búið að vera, myndi ég segja, þokkaleg nýliðun og hérna það er svo sem ekkert eitthvað rosalega mikill fjöldi af spilurum sem maður þekkir frá sko 2018-2019 sem að voru á toppnum þá, sem að eru í þessu móti, þó þeir séu nokkrir, en það er virkilega gaman að sjá ungviðin koma upp, sterkir, taka þátt í þessu móti af metnaði og líka koma upp í gegnum skipulaða starfið hjá félögunum. Heldur betur. Við getum talað þekkt nöfn eða svona ný nöfn eins og Skipið í Toilet. Það er hann hérna Þorlákur sem er ungur og efnilegur spilari. Hann er einhvers 9 ára gamall. Já, Þorlákur, hann er 9 ára eins og þú sagðir, en er samt unreal í leiknum og þá er ég ekki að segja að hann sé bara óraunverulega góður, hann er í alvöru rankið unreal sem er efsta rankið, efsta sko, hérna, hvað getur sagt, efsti flokkurinn sem getur verið í leiknum og er sennilega eitt sá yngsti í heiminum til þess að ná þessum flokk í leiknum. Og ekki bara virkur í Fortnite og metnaðarfull þar, heldur segir hann í forminu okkar góða að hann sé líka að æfa Brazilian Jiu-Jitsu sem margfaldur Íslandsmeistari þar og það kemur ekkert á óvart. Það sem að ég var mjög heppinn, ég fekk að þjálfa hann og núna hef ég tekið á móti ansi mikið af krökkum að æfa rafíþróttir gegnum tíðina og sjaldan hef ég fengið inn sko 9 ára barn sem er jafn ákveðið í að ætla að verða bara sá besti. Og hann mætti bara 15 mínútur fyrir hverju æfingu, bara ég ætla að fá að stilla setupinu mínu upp almennilega sko, þú veist, og var bara byrjaður í uppbytun, maður þurfti alltaf að hafa fyrir því að æfa hann. Við erum með fleiri nöfn þarna eins og Åki Vaff Tomper. Já. Åki Vaff Tomper, risanafn myndi ég segja. Heldur betur. Þið hérna voruð saman á UT-messunni minni mig 2019, þá allavega var Ice Cold partur af básnum hjá Origo og hann var þar líka að kenna Fortnite og sína leika listi sínar. Algjörlega. Þannig að þetta er spilari, margreyndur spilari, búinn að vera að keppa á háu leveli frá 2019. Líka búinn að vera í CS. Já, búinn að vera virkur í CS nýlega. Sýnir líka heimfærileikan á hæfninni, þess að milli leikja og hérna og eitt svona, þú veist, sérstakt shoutout á Åki Vaff Tomper en ég lærði sko allt sem að ég kann Fortnite frá honum og það má í rauninni segja sko að þekkingin hans sem að hann fór og aflaði sér sjálfur á sínum tíma sé undirstaða Fortnite kennslu á Íslandi í dag en fyrir fyrsta Fortnite námskeiði á Íslandi þá satt ég fyrir aftan hann með stílabók að glósa hvað maður átti að vera góður í til þess að læra leikinn. Algjörlega. Og hann hérna lyfti grettistæki að koma öllu þess að stað og á mikinn heiður skilur fyrir það. Hann var líka að streyma með okkur í Ice Cold á sínum tíma, tók eitt streymi með okkur sko þegar við vorum í beinni að spila Fortnite, það var mjög skemmtilegt. Já. Þannig að ég hef spilað með honum. Guðmundur Glódrixi. Já, Glódrixi. Þetta var svona, sko, við vorum svona ákveða hvað spilara við ætlum að tala eins sko, en náttúrulega, eins og segir, yfir 50 spilara skráðir, það er alveg svona ágætisferli að koma sér inn í leikina, þannig að við vitum ekki ennþá endanlega tölu spilara, en það gæti alveg verið yfir 70-80 mann sem getur verið að taka þátt hérna. Akkurat. En þegar við förum í gegnum listan, þá lendir maður á Guðmundur, Glódrixi, og svo kemur hérna, segðu okkur aðeins þig, ég mun vinna. Það er bara, og svo hérna, segðu okkur 5 staðreyndir, þá bara, heyrðu, ég ætla að rústa öllum, mæti mér í Sandy Steps, það var enga staðreyndir, það var bara throw down the gauntlet. Algjörlega, það eru stórar yfirlýsingar hjá honum Guðmundi og hérna, ef við nefnum til dæmis Gilla Tilla líka sem er 24 ára. Já, 24 ára, þó kannski Nikki byrjaði ekki með sér. Nei. En já, hann heldur að hann sé einn af þeim eldri spilurum sem er að keppa hér, 24 ára gamall, búinn að vera að spila Fortnite í þokkalega langa tíma, en talaði líka það að hann hafði náð góðu gengi í Valorant. Já, annars sætið með mann rétt. Já, annars sætið á Íslandsmeistaramótinu þar, sem aftur sýnir hann heimfærileika, skilur við, þú veist, góðir spilarar eru góðir spilarar. Nákvæmlega. Og hérna, það verður áhört að sjá hvort að, yngri spilararnir séu með þessum millisekundum hraðari viðbragðstíma heldur en Gilli og hvernig hann stendur sig en hérna verður gaman að fylgjast með honum í leikjum kvöldsins og út tímabilið. Heldur betur, svo má ekki gleyma síðustur Denas. Já, Denas. Denas, gengur þetta nafnu Denas 13 í leiknum og þarna var ég sko
hvað getur sagt, ég bara svona, mér fannst það geggjað að lesa lýsingun hans, en þetta ekki sem sagt, strákur sem virðist bara ætla að stefna hátt í rafíþróttum, heldur bara í íþróttum almennt. Akkurat. Og hann talaði um það að hafa synt 60 kílómetra í síðustu viku. Það rosalega vegalengd, sko. 60 kílómetra, það ekkert eðlilega langt og hann hefur hlaupið 2 marathon. Já. Það alveg bara 2 fleiri marathonum heldur en ég hef hlaupið, sko. Einmitt. Þegar ég fer í sund, þá fer ég bara í sánu og kaldabottin, ég ekkert að Nei, stunda. nákvæmlega. Á meðan Denas bara að taka hringi í Já. sundlauginni. Í sundlauginni. En svo frábært að sjá líka, þú veist, hann á að vera á æfingu á mánudum þegar að leikirnir eru spilaðir. Einmitt. Hann fékk sérstakt leyfi frá þjálfaranum og foreldrum sínum að færa þá æfinguna fyrr, Akkurat. svo hann geti keppt. Þannig að hann mætir þá ferskur til leiks, nýbúinn að hreyfa sig, búinn að fá líkamlega partinn og bara stórt shoutout á foreldra og þjálfara fyrir að sýna þessu skilning að hann sé líka að styrta markið hátt í rafíþróttum og leggja sig fram þar. Algjörlega. Ég vil þá líka koma inn á það strákar að þegar við vorum krakkar, Já. ef við hefum beðið að fara fyrr heima á æfingu til þess að fara að spila Fortnite, við erum látið auka hringi, sko. Já. Nei, þú veist, ekkert bara auka hringi, sko, maður hefur bara verið sendur í styrstuna. Já, svo er það. Þú veist, það bara, maður hefur verið sendur í skammakorgin, sko. En þú veist, þetta búið að breytast. Þannig að við sjáum það í dag, að skilur við, þú veist, við erum komin á þann stað, þessi krakkar sem er búin að vera að leggja sig fram í Fortnite og búin að vera að bæta sig og mörg hver líka bara gera það sjálfstæðum. Algjörlega. Það er ekkert hlaupið að því. Já, það er ekkert hlaupið að því að vera eitthvað, þú veist, geggjaður í Fortnite, þú veist, þetta er alveg erfitt og ég meina, núna er ég búin að vera að rífa þess í músina og rífa upp gamla takta upp á síðkastið. Og ég bara, þú veist, á oft ekki séns, og að halda dampi og keyra sig í gegnum þetta getur bara verið virkilega erfitt. Ég man einmitt þegar ég var að þjálfa Fortnite hjá Fylki á sínum tíma, þá voru margir mjög efnilegar ungi krakkar þar, sko, sem voru að standa sig mjög vel í Fortniteinu. Já, en talandi efnilega spilara, þá erum við með eitt spilara á línunni sem ætlar að hoppa inn í viðtal hjá okkur. En það er hann Bragi, kemur frá Keflavík, keppir undir nafnu Ravík Gnarr og hann er ríkjandi Íslandsmeistari, sko, eldri aldurshópsins í yngri flokkum í Fortnite á Íslandi. Einmitt. Hann var einmitt hjá honum Atla sem er hjá okkur í Rísi og hann var að þjálfa hann. Já. Þannig að fáðu hann upp á skjáin eða hvernig verður það? Fáðu hann bara í eyrun? Herru, þarna er hann. Blessaði Bragi, hvað segirðu? Bara allt fínt. Já, ertu stressaði fyrir leikjum kvöldsins? Nei. Nei? Herru, við vorum að velta aðeins fyrir okkur í upphafi útsendingar. Hvernig kom nafnið Gnarr til? Ertu sérstakur stuðningsmaður Jóns Gnarrs eða? Já, Jón. Er það Jón Gnarr? Jep. Hvað ertu gamall í dag? 13 að vera 14. 13 að vera 14 og ertu búin að horfa á, ég var einu sinni nörd uppistandið hjá Jón Gnarr eða? Nei. En þá átti hans besta efni eftir, sko. Það verður eitthvað að fylgjast með því. En segðu okkur aðeins, núna ert að fara inn í þessa deild, fyrsti leikur tímabilsins að fara að staða núna bara eftir smástund og takk kærlega fyrir að gefa þér tíma að koma í viðtal. Hvernig ert þú að nálgast þetta mót? Hvað ert að fara að lenda og ert að fara að spila aggressíft eða ætlar að reyna að taka þetta taktist? Ég ætla að spila aggressíft. Safe. Ok. Þú varst aðeins að kötta inn og út þarna, ég veit ekki hvort það gerist í útsendingu eða bara í heyrnartólunum mínum, sko. Ég Agró. Já. Ok. Það verður gaman að fylgjast með þér og við óskum þér góðs gengis. Takk kærlega fyrir að hoppa í viðtali með okkur og gangi vel í komandi leikjum. Já, takk. Takk. Já, við þökkum Gnarr kærlega fyrir þetta. Já, og þú veist, bara aftur, skilur við, þú veist, núna erum við komin á þennan stað. Rafíþróttirnar eru hérna. Pælum aðeins í bara lífsreynslunni að vera 13 að vera 14. Mæta bara í sjónvarpssímans að gefa viðtal við eitthvað gæi setti, þú veist. Þetta var ekkert í boði hérna fyrir nokkrum árum. Nei, þetta er þroskandi hlutur til þess að gera. Algjörlega. Við ætlum að fara yfir að kynna leikreglur og stigagjöf. Já. Og það er sem sagt, það eru 2 stig fyrir hverja fellu og eins og þú ætlar að koma inn á að þetta er sama viðmið sem við erum að nota á alþjóðlegi Fortnite staðallinn, sko.
Já, núna bara fyrir, hvað var það, í gær var úrslitaleikir í gangi í FNCS eða Fortnite Championship Series, svona global mode, allir voru mættir á eitt stað að keppa móti hver öðrum og þetta eru sömu stig og eru notuð þar en eins og þú segir, 2 stig fyrir hverja fellu. Já. Ef þú lendir í fyrsta sæti í leiknum þá færðu 25 stig. Ef þú lendir í öðru sæti þá færðu 18 stig, þriðja sæti 15 stig, fjórða til sjötta 10 stig, sjöunda til tíunda 5 stig, 11. til 15. 3 stig og 16. til 20. 1 stig. Já. Man alla heima til að muna þetta akkurat núna eftir ég svona hendi þessu fram. Fullt af stigum í pottinum. Já. Og einstaklingurinn sem að stendur uppi sem sigurvegari sem er á toppnum á listanum, það einstaklingur sem að fara að taka með sér peningaverðun heim. Já, gott að koma inn á það. Heildarverðlaunafé fyrir þetta tímabil. Við tölum það 10 vikur í deildinni, svo kemur úrslitaviðburðurinn, verður haldinn hér á Arena og heildarverðlaunafé upp á 600.000 krónur. Einmitt, það skiptist þannig að fyrsta sæti fær 125.000 krónur, annað sæti 50.000 og þriðja sæti 25.000 krónur. Þannig að það til mikils að vinna, kæru Fortnite spilarar og aðstandendur. Já, og líka, þú veist, ef við tölum aðeins meira stigagjöfina, þessi stigagjöf áhugaverð upp á það að gera, að þetta þýðir það að spilararnir þurfa að finna þetta jafnvægi á milli þess að spila aggressíft og reyna að fara í fellur og taka út andstæðinga en líka að komast seint inn í leikin. Einmitt. Þannig að ef þú ætla til dæmis, ef þú nærða að komast upp í topp 3 að þá ert að fá í rauninni jafn mörg stig og ná 7 fellum. En í hvert skipti sem þú ferð í bardaga þá átt þú séns á því að tapa. Akkurat. Þannig að þetta er mikil leikjafræði þarna bakvið og svona greining á áhættu á móti ávinningi. Og þetta er áhugavert að fylgjast með hvernig spilarinn nálgast þetta. Eins og Gnar var að tala hann ætlar að spila aggressíft. Hann ætlar að reyna að fara í fellurnar og stíginn. En hvernig spilast það eftir fyrsta leik? Hvað gerist ef hann bara tapar fyrsta bardaganum og síðan allt í hennu úr? Þú veist, heitir hann þá taktík? Ég er mjög spenntur að sjá hvernig stigastaflan áttur að líta út eftir fyrsta leikinn og við förum í hann fyrsta leikinn bara mjög fljótlega, en næst ætlum við að kynna fyrir ykkur hvernig Fortnite virkar og þetta er náttúrulega bara mjög vinsæll tölvuleikur sem kemur út í lok 2017 frá Epic Games, Fortnite Battle Royale. Fyrsta útgáfan af þessum leik var svona einhvers konar zombie Minecraft leikur, en síðan bættur við þessu Battle Royale formati sem er þá, sá sem stendur upp í síðastur er sigurvegar og færi Victor Royale. Það er eitt mjög skemmtilegt upp á þetta. Þeir voru búin að byggja grunninn að Fortnite zombie-dótinu, það sem maður átt að byggja virki og venda eitthvað svona bækistöð. Svo bygguðu til Battle Royale hlutan á 3 vikum. Já, einmitt. Og það gerðist bara því að það var eitthvað svona game jam innan fyrirtækisins og þeir slísuðust inn á þennan leik sem var síðan eitt stærsti töluleikur í heiminum út frá því. Já, á 3 vikum eins og þú segir, þetta er ótrúlegt líka bara að leikunni sem við verum að sjá í dag, það er byggt á okkur sem búið til á 3 vikum. Algjörlega. Og það er alltaf 100 spilarar í hverjum leik í þessu Battle Royale og leikvöllurinn sem spila á, það er eyja og þessi eyja, hún er alltaf að breytast eftir sísoni sem er eftir svona tímabilum og já. Þannig að spilarar þurfa svolítið að vera á tánum, hvar ætla að lenda, hvernig ætla að hreyfa sig á milli staða, hvar ætla að finna þá hluti sem þeir þurfa til þess að vinna leikin. Akkurat. Hver leikur byrjar einmitt á því að allir spilararnir fara í bardagarútuna, það sem heitir Battle Bus á ensku og fljúa þannig yfir leikvöllin, þeir geta hoppað út og svifið á þá staði sem þeir ætla að lenda og þá er það lenskan allavega í þessum keppnisleikjum að spilararna ákveða fyrirfram eitthvað stað, þeir þekkja hann inn og út eins og handabaki á sér, vita hvar kistur eru, hvar að finna vopn, hvar að finna byggingarefni, en það eru 3 mismunandi byggingarefni í þessum leik og þannig finna þeir það sem þeir þurfa til þess að koma sér út leikinn. Akkurat. Og eftir þetta upphafsfasa í leiknum að þá byrjaði þau að hreyfa sig á aðra staði. Einmitt. Og þegar þú nefndir þessi 3 byggingarefni, það er viðurinn, það er múrsteinanir og það er stálið og svona hvert byggingarefni hefur svona sína eiginleika og eins og þú sagðir, spilarnir þurfa að hreyfa sig og það er svona ákveðin stormur sem er að myndast í kringum þá og hann þrengist alltaf hringurinn sem að ýtir leikmönnum þá saman í áttina hver öðrum til þess að fara að berjast. Já, það er þess að þú getur ekki bara falið þig í einhverjum skúr alla leikinn. Þú þarft að vera á hreyfingu. Já. Og alltaf þegar þú ert á hreyfingu þá er hægt að ná í þig og það er áhætta sem því fylgir. Algjörlega. Það er líka verðt að koma inn á að
með tímabilum þá ekki að verða miklar breytingar á leiknum. Já. Og með að við dagskrá, það verður nýtt tímabil í Fortnite á miðju móti, sko. Já. Þannig að þá geta taflunar viklast gríðarlega mikið, sko. Já, þá verða breytingar á því hvernig kortið lítur út, þá verða breytingar á því hvaða hlutir eru í boði, hvaða vopn eru í boði, hvað eru bestu vopnin, hvað er besta taktíkin og það er eitthvað sem við munum fylgjast mjög grannt með hérna í vetur, er svona hvaða taktík er að taka yfir íslensku deildina. Það áða til svona að sko saminast í einhverja svona ákveðna taktík yfir tíma og það verður áhugavert að fylgjast með því og það er líka vert að nefna að leikirnir sem við erum að spila hérna í deildinni, þeir eru spilaðir á keppnisreglum og á keppnisútgáfu af leiknum. Akkurat. Þannig að allir þeir hlutir sem við erum að sjá bara í hinum almenna leik er ekkert endilega í boði fyrir leikmenn í kvöld og þá sérstaklega hlutir sem snúa að því að koma sér á milli staða Akkurat. Á öruggan og fljótan hátt. Eins og jetpackin. Já, jetpackin, shockwaves og annað. Akkurat. Þetta verður ekki í boði fyrir spilara, allavega ekki núna, en það gæti breyst eins og þú segir. Þannig að þú þarft núna að hafa svolítið fyrir því að koma þér í öryggið inn í hringnum og þá þarf maður að taka sénsinn á að mögulega einhver skjóti á mann. En þar kemur galdurinn í Fortnite, maður getur byggt til þess að halda sér örgum. Það er náttúrulega líka til önnur útgáfa Fortnite sem heitir No Builds, en til að taka það fram í kvöld þá erum við að spila Builds útgáfan af Fortnite, það sem er hægt að byggja eins og þú nefnir. Og það er líka gaman fyrst að tala að með nýjum seasonum og nýjum breytingum í Fortnite, þá breytist þetta kort alltaf og það muna allir sem spila Fortnite eftir Tilted Towers. Hvaða var gott að lenda í Tilted og það var bara staðurinn sem allir lenda á og það var allir harmislegnir þegar Tilted var fjarlægt á kortinu. Þú segir hvað var gott, ég segir hvað var slæmt, aldrei náði ég að gera neina glóriur í Tilted Towers, það var nú eiginlega bara alla minningarna mínar eru af þú lendir í 97. sæti sko, en það er nú kannski bara ég. Oftar en ekki þegar maður lendir hann í Tilted Towers, þá verður þetta bara sælir og svo sjáumst. En það er aftur, skilur við, þarna þarf maður að hugsa, hvernig nýtir maður tímann sinn sem best. Ef maður lendir alltaf bara út á jaðrinum, þá fær maður ekki reynsluna, æfinguna og endurtekninguna á því að lenda í mismunandi bardaga aðstæðum. Og þá er maður ekki að þróa með sér ákvarðanatökuna, mekanikinn og annað sem maður þarf til þess að geta sigrað í þessu. Akkurat. Þannig að ef maður ætlar sér að keppa, þá þarf maður vissulega að geta gert allt og það er það sem við búist við frá þessum spilurum í kvöld. Ég held að það er engin slæmur spilari inn á þessum server. Nei. Það er eitthvað sem gæti komið í bakið á einhverjum eins og Gnar sem ætlar að vera aggressífur. Hann er vanur því að spila venjulega leiki, geta svo til hlaupið yfir andstæðingarna. Svo mætir hann allt í hennu bara, það er Íslandsmeistaramót hérna og þetta er ekki lengur Íslandsmeistaramót yngri flokka. Núna eru allir hérna. Og þú veist, og hvað ef það er bara einn OGF Tomper eða einn Þorlákur sem að lendi við hliðina þér og það er fyrsti gæðin sem þú ætlar að fara í. Gæti það að snúast í höndunum á manni ansi fljótt. Það verður áhugavert 1v1 að sjá það eins og þú nefnir. Já, og bara sjá svona, þú veist, hvernig lokin á leiknum spilast. Veist, það er annað sem er töluvert frábrugðið hefðbundum Fortnite-leik, er hvernig leikurinn er byrjaður og við getum farið yfir í leikinn, þannig að það er komið tími á það. Stefán Atli, Aron Fannar, fyrsti leikur tímabilsins í Elko-deildinni í Fortnite er farin af stað, skiptum í hann akkurat núna. Já, þetta er rútan, bardagarútan eins og þú segir. Við sjáum hann að fljúa hérna yfir. Leikmenn eru byrjaðar að hoppa út og við erum að fylgjast hérna með Fannar the King. Hann er að svífa. Já, fer þarna yfir Reckless Reels. Bardagarúta komin á leiðarenda og við byrjum að fylgjast með spilurum. Við sjáum það að stormurinn myndast eftir 56 sekúndur. Benni Svag að fljúa eitthvað langt. Já, Benni Svag er með einstaklega flottan glætir og flott svona trail sem að fylgir honum. Líka flott skinn sem hann valdi. Mér sýnist þetta að vera kannski Star Wars skinn eða eitthvað svoleiðis. Já, þessar reglífar. Ef þú segir reglíf þá hefur hún fengist fyrir það að vinna leik í Fortnite. Þannig að það er að byrja að flexa snemma hérna í Elko-deildinni. En virðist ekki vera mikið af fólki í kringum hann. Jú, við sjáum það þarna á kortinu niðri hægra megin og þar eru nokkri spilarar nálægt honum að lenda aðeins fyrir aftan hann. En færum okkur núna hinum megin á mappið og finnum þar Mr. MCFN. Hann er einn á móti full
boxed. Hann með einu shotgun. Hann að reyna að ná honum, hann byrjar að skjóta á hann en næri ekki að fylgja því eftir. Hann byggir og að verja sig full boxed. Hann að reyna að sækja sér önnur vopn þarna Mr. MCFN. Já. Hann finnur engin önnur vopn. Og til þess að útskýra fyrir ykkur, það svona viðmótið sem við sjáum hérna. Mr. MCFN fellur fyrsti maðurinn til þess að falla í Fortnite deildinni hérna hjá Elko. Erfið lending hjá honum, fann ekki byggingarefni til þess að geta varið sig. En það akkurat það sem ég ætlaði að útskýra fyrir fólki þarna ef þið sjáið nafnið, það stendur Fanarda King 1. Við hliðin á honum svona ákveðið mið og 0, það þýðir að hann hefur náð 0 fellum í þessum leik. Þar fyrir neðan blá stöng, það skildirnin sem hann býr yfir í þessum leik. Þar fyrir neðan græn stöng, það lífið hans. Ef það fer niður fyrir eða alveg niður í 0, þá hann úr leik. Og hægra meginn í það þá sjáum við svona hamar og skrúflykil og 44. Það þýðir að hann getur byggt 44 einingar. Algjörlega. Og fyrir neðan það, við hliðin á því sjáum við vopnin sem þeir geta safnað og hlutina sem þeir geta safnað í kvöld. Já, og upp í vinstra horninu þá sjáum við að það eru 45 spilarar eftir af 48, þannig eru 3 sem hafa fallið. Já, þarna Gunnar NPC að taka út Guðlaugur G14. Sá líka Agent Box 14 fjall þarna líka, var ekki alveg viss hver tók hann út samt sem áður. Hann að nota Flowberry Juice-in en eftir að hann nota hann þá getur hann hoppa rosalega hátt sem gott upp á momentið. Já, hann virðist á sig varum sig þarna engi spilar samt í kringum hann en maður getur aldrei verið of varkár. Gunnar þarna velja hvernig hann ætlar að nálgast restina af þessum leik og hvaða vopn hann ætlar að reiða sig á og þarna förum við skiptum inn í ákveðin bardag. Krummi Hauks, þetta nú bara 12 spilari sem hann að spila á móti. Þetta NPC. Já, þeir eru í búið í leiknum líka. Þessar kistur rosalega verðmætar. Sjáuð 4 bláa byssur koma upp úr honum. Það ég held að það heiti bara Epic byssur en þessi vopn eru sterkari heldur en vopn sem eru grá, blá eða græn. Heldur betur. Við erum komin í Denas 13 sem vorum mynd að tala um á hann. Já, hann búið með 3 marathón og að fara að fæta hérna Headmack Junior. Headmack Junior á vegginn en virðist vera, Denas að reyna að ná honum, næri ekki veggnum núna en það fella. Frábært stökk þarna og gott skot hjá Denas. Kom með 2 fellur nú þegar. Já, 4 stig þá sem hann komið með. Já, ekki bara sprettharður í raunheimum, heldur líka í Fortnite, fljótur að finna sér þessar fellur. Og sjáu líka byggingarhæfileikana þarna, flexar aðeins á okkur. Mikli byggingarhæfileikar. Og hann að safna sér svona materials til þess að geta byggt meir. Gilly Tilly, annar af leikmennum sem við tölum fyrir leikinn, spilar þarna sem Travis Scott, heimsþekktur rappari. Hann að ná sér þarna í Avengers kistu, finnur þarna skjöldin hjá Captain America. Heldur betur, hann líka með flottan pickaxe og eins og þú segir, flott skinn hjá honum. Og hann með þessa fjólubláu byssu þarna, SMG. Þannig að þetta gott loadout hjá honum. Hann gæti samt verið með fleiri splashers með sér. Hann getur verið með 6 splashers sem þarna lengst til hægri. Já, Andri besti. Já. Stormur fyrir að hreyfast núna, 10 sekundur eftir þar og eitt vert að nefna að í keppnishamnum af Fortnite þá eru ákveðnir svona punktar þar sem ef það eru yfir ákveðin fjöldi leikmanna sem á lífi að þá fer svona ákveð sem heitir Storm Surge í gang. Já. Þá tekur einstaklingur skaða nema hann hafi gert ákveð mikinn skaða í leiknum. En þegar förum við hérna í barda fjallatindur á móti, hver það? Lightning Brexy. Hann tók felluna, Lightning Brexy. Hann með fínt loadout líka, AR og shotgun og svolítið hann með 3 líf þarna fyrir hérna í loadoutinu sinu. Já, en það áhugavert að sjá, virðist vera að spilarar séu allan ekki smeykir við það að taka bardaga. Þeir eru ekki að forðast á. Og við sjáum að það eru 35 leikmenn af 48 sem eru eftir. Þannig að það eru, Denas með 2 kills eins og við nefndum áðan.
Gilli, Tilli, eins og þið sjáu þarna niðri hægra megin, það gott að fylgjast með því af því að þar sjáum við leikmenn sem eru í kring. Hann núna á leiðinni í átt að Almar Frost. Þeir gætu mæst núna á, eftir smá. Hvar Drexi? Hérna, hann sagði að Sandy Steps væri hans staður. Einmitt. Spurning hvort við sjáum hann eitthvað eftir, en mér sýnist að þau gætu verið að fara að koma bardagi núna milli Gilla Tilla og hérna. Já. Það spurning hvort að, finni hvort annan, aðeins þannig á milli þeirra. Marcy X Twitch. Hann að fela sig í runna. Já, það mætti alltaf að þetta væri Óli Jóels, afi töluleikja á Íslandi. Hann felur sig bara í runna. Steiti Junior, hann gerði það líka á stöðustríðinu. Benny Swag hérna á móti Relax Lester. Þetta hörku bardagi þar sem þeir eru búin að byggja sig hátt upp og hann bara standa sig mjög vel í byggingunni. Nú getur hann hoppa hærra því hann að nota hérna Flowberry Juice-in. Það ekki fall damage. Það ákveðið play hérna í gangi í Relax Jester. Hann að brjóta niður bildin. Hann að reyna að láta andstæðingin sinn hrapa niður til dauða og ætlaði að ganga. Nei, Benny Swag sér við honum. Búinn að tryggja það að hann taki ekki skaða frá því að detta niður líka. Las þetta play. Hann er að nálgast hann mjög hratt og hann er búinn að búa til kassa í kringum sig. Búinn að verja sig vel, Benny Swag. Já, Benny þarf að passa sig. Hann sér það ekki. Bjarki þarna í bakgrunni tiltölulega nálægt. Nei, en þetta third party eins og við köllum þetta. Já, en Relax Lester þarna búinn að ná kóninu eða keilunni þarna ofan á, sem er þessi píramidi sem við sjáum, og að vinna því að taka stjórn á veggjunum. Og þetta það sem kallast á ensku peace control. Ef þú stjórnar byggingareiningunum í kringum andstæðinginn þinn, þá getur þú breytt þeim. Þú getur búið til glugga, þú getur fjarlægt vegginn og það það sem þessi spilarar eru að keppast þeir eru að byggja og berjast. En þið sjáuð Relax Lester ekki með nema 9 byggingareiningar í boði. Þess vegna hann að bakka út úr þessum bardaga akkurat núna. Hann veit það, hann hefur ekki hráefnin til þess að vinna þennan bardaga. Já, og hann gæti mætt einhverjum þar sem hann kemur hérna og við sjáum að hringurinn að nálgast og það hringur númer 2 af 12 sem kominn og það eru bara 2 sekúndur í að hringurinn klárist alveg og þá sjáum við næsta hring sem kemur og það 3. hringurinn og hann svolítið langt í burtu frá hringnum eins og við sjáum á kortinu. Spurning hvort við getum fengið stóra kortið upp, hvort það sé hægt í Spectator svo getum séð hvar hringurinn að fara. Má ég sjá. Já, þarna sjáum við þeir þurfa að fara umtalsverða vegalengd til þess að koma sér í öryggi á næsta hring. Það hérna The Raft og hérna Grim Gate Grim Gate svona í miðju hringsins. Þannig að það gæti verið að þetta endi bara í Grim Gate eða Restored Real, sko. Já, fá núna aftur haslarinn en það að fara að vera bardagi hérna eftir smá stund. Hljóðið sem þið heyrið þarna ákveður svona bunker eða neðanjarðarbyrgi sem að opnast og þar góð vopn að finna. Spilarar berjast oft þessa bunkera því að þar getur líka breytt vopnunum. Heldur betur. Hann náttúrulega kominn með 65 byggingareiningar, hann Relax Lester og hann að nota þær óspart í movementið. Hann sér hérna Ravik Breka Uno en hann veit kannski ekki á honum. Já. Hann veit ekki á honum, hann sér byggingarnar, sér hann núna og hann ætlar að hoppa inn, sýnist mér, nei, virðist alltaf að koma sér hægt og rólega í baki á honum. Núna vita þær akkuröður Breki Uno og byrjar á því að koma sér upp, tekur yfir, hægráttið, en Relax Lester heldur áfram að brjóta niður andstæðingarna sinna, nær ekki skotinu á Breka Uno samt sem áður. Já, Relax Lester með low groundið meðan að Breki Uno með high groundin. Gott að vera með þessi splashes til að koma upp skildunum sínum og eins og við segjum hérna Flowberry Juice-in þannig að hann getur hoppa hærra og fær ekki fall damage. Núna hann að leita að andstæðingnum sínum, hann veit ekki nákvæmlega hvar hann en Breki Uno heldur hæðinni þannig og já, við skiptum yfir hérna östnögt á Ravik Knarr, hann var í miðjum bardaga líka, 28 spilarar eftir og já, þetta ætlar að verða einhver byggingabardagi hérna á milli Lester og Ravik Breka Uno. Einmitt, já við sjáum hann nálgast hann en Breki Uno enda með high groundin og hann brýtur hann niður, hann dettur aðeins niður og þeir eru komin á sama stað, sama level. Þannig að, og stormurinn farin að nálgast og við heyrum það, þannig að hann gæti mist ákveðið líf í storminum, sko. Já, og þarna hægra meginn við þá annar leikmaður sem gæti byrjað að skara sig í leikinn en við færum okkur yfir, sjáum ekki hvað spilar þetta en dvílíkur bardagi, geggjað skot þarna í gegn
Andstæðingurinn hörfar niður, notar þessa brynvörðu veggi en það erfitt að komast í gegnum þá til þess að reyna að halda sér öruggum. Heldur betur. Já, hver sem þetta að gera þetta rosalega vel. Editar þarna... Þetta Ravik Gnar sem vorum að taka viðtalið. Já, Ravik Gnar, hann editar hann inn í boxið og tekur út GXBBI þarna en tæpara mátti það ekki vera 24 punktar að lífi eftir á Gnar. Heldur betur. Og Lester og Breki Uno eru ennþá að berjast. Þeir eru Ravik menn, náttúrulega hann hérna Breki Uno. Þetta rosalega byggingabardagi, búið að byggja mikið hérna. Og Lester gerir vel hérna, finnur, sárabindin, en þessi sárabindi veit að mann 15 líf í hvert skipt sem það notaði, sjáu það af því hann í storminum, þá tikkar græna lífið niður, eitt á hverri sekúndu. Einmitt. Þeir eru búin að byggja það mikið að þeir getu fyllt upp kvótan og nýbyggingu sem vantar hérna á Íslandi. Já, það ekki húsnæðisskortur ef að þessir herramenn væru að sjá skipulagsmálin, það nokkuð ljóst. Heldur betur. Heldur betur. Og hann með kókosnötu þarna, það ákvörðun hjá honum, sko. Já, kókosnötunar, þær gefa skjöldin. Gefa grænlífið. Já, þær gefa grænlífið. Það sveppurinn sem gefur skjöldin, akkurat. En núna liggur á að koma sér inn í hring. Hann athugar bak við sig hvort að Breki Uno sé búinn að færa sig. 27 spilarar eftir og Breki Uno vissulega búinn að láta sig hverfa. Og hérna sáum við, ef að fólk fylgdist með Global Championship í FNCS, úrslitunum þar, að þá gerðist mjög mikið í storminum. Já. Spilarar voru byrjaðir að ganga með, eitthvað sem að gat gefið þeim græna lífið, frekar heldur en eitthvað sem gat gefið þeim skildips einungis, eins og hefur oft verið lenskar. Já, og það hérna Benni Svag að berjast við Sigma þarna og við sjáum hérna Benna Svag og Sigma netuhaus. Þannig að Benni Svag með hægrandinn, brýtur veggina hjá niður, en hann tekinn í bakið! Það third party. Mátti ekki skilja eftir bakið opið, sérstaklega ekki hérna í Elko-deildinni. Nei. En hann með nóg af efni til þess að gefa sér bláa skjöldin, þannig að hann fljótur að koma sér aftur upp í 100. Já, notar þetta flopper í fyrst þarna til þess að koma sér upp í 100. Hittir ekki hoppinu, fer kannski aðeins og langt og núna að leita að andstæðingum sem hann veit að þeir eru tveir þarna, en að fórum allan að einbeita sér fyrst. Og þeir eru ekki bara tveir, það einn í viðbót! Þeir eru 4. Breki Uno mættur, Benni Svag, þeir eru 4 hérna, eins og þú sagðir. Sigma netuhaus lár hérna á neðstu hæðinni. Já, og hann að fá sér stóran pott hérna og þeir eru allir svona svolítið að koma sér fyrir að reyna að ná höggi á andstæðinginn. Já, 27 spilarar ennþá eftir og má segja svona upphafsbardagarnir séu að mestu búnir núna, en þarna kemur það Relax Lester, tekur út Sigma netuhaus, vinnur sér 2 stig, en Benni Svag, hann virðist ætla að bíða, en þarna byrjar þetta að tikka ansi mikið, sjá hversu hratt græna lífið að fara niður, en Benni Svag að nota stöðuna á myndavélinni í leiknum til þess að fylgjast með hreyfingum Relax Lester áður en að hann ætlar að hreyfa sig. Heldur betur, og við sjáum að það eru núna 14 sekúndur eftir af hringnum og þá kemur hringur númer 5. Þetta í heildina 12 hringir sem að þrengjast og þrengjast. Hann sér einhverja gullbyssu þarna sem hann ákveður að taka og hann ánægður með þetta lút sýnist mér. Já, Benni Svag að nýta tækifærið og ná sér í betri búnað. Einmitt. Og hann ætlar að hanga aðeins í stormum. Hann ætlar að leyfa þessum spilurum að komast þér aðeins í burtu til þess að hann fái meira pláss. Og þarna var Breki Uno að taka út Skippity Toilet, Þorlákur fallinn hérna í fyrsta leiknum og Mikki Borgó situr þarna, lætur lítið fyrir sig fara, ekkert með byggja kringu sig, að reyna að leita að einhverjum bardugum á löngu færi, finnur hann að Ravik Lester, hittir 2 skotum en það ekki nóg. Já, hann sér þarna Relax Lester og Ravik Breki Uno og hann setti upp svona stálvegg, hann Relax Lester sem að vera hann mjög vel fyrir utanaðkomandi skotum og hann með fínasta lút, fjólubláan AR og bláa shotgun og 6 svona stálveggi sjálfur. Já, og núna hringurinn aftur byrjar að hreyfast og þá dregur til tíðinda. Lester þarna að taka upp það sem eftir liggur eftir að hafa unnið andstæðinginn sinn. Ravik Gnar þarna í einhverjum bardaga á móti Denas 13. Denas 13 tekur út Gnar. Já, hann fallinn og það eru 22 spilarar eftir
og við sjáum eins og við segjum að það eru 35 sekúndur í að hringurinn klárist alveg. Þeir hittast í vatninu, það er erfitt að byggja þegar maður er í vatninu. En Breki Uno nýtir þarna, þessar fljótandi hauskúpu sem hann hefur í kringu sig. Já. Boksa sig alveg upp með veggjónum og þetta er bæði gott, þetta því það er erfitt að komast inn til hans, en á sama tíma þá er þetta erfitt af því að hann á erfitt með að komast út. Heldur betur, hann verður að tímasetja skotin sinn rétt á þeim tíma þar sem þetta brotnar. Þannig að Lester er að reyna að brjóta þetta en spurning hvort hann gefist upp eða haldi áfram. Ef hann fær eitthvað í baki á sér hann Lester að þá hérna Þú sér fjöldan á hann nýri hægri með hverju margir, en þarna sprakk þetta og Breki Uno var alveg tilbúinn. Það setti sig í stöðu þarna en ákvað, heyrðu, ég þarf þetta ekki lengur, ég ætla að setja upp nýjan vegg. Núna heyrir Lester, heyrir það, hann er að berja sig í gegnum annan vegg og byrjar að reyna að, vera fljótari til. Við sjáum að hringurinn endar í Grimgate, hann er hálfur þarna í Grimgate og keppendur eru dreifður kortið frekar en frekar mikið klöstur hérna í Grimgateinu. Já, Breki Uno nær veggnum hann þarf að passa sig, en allt í einu er Lester mættur inn í boxið hans og Breki Uno fellur, Lester lifir af með 36 líf, þetta var ansi tæft. Já. Ég held að Lester hafi viljað geta gert þetta aðeins betur, fullboxed hérna á móti Mikki Borgó með fullboxed kominn á afturfótinn og stormurinn er byrjaður að hreyfast, sem betur fyrir eru þeir á stað sem að er, tiltölulega öruggur, en núna þurfa leikmenn að átta sig á því. Þetta er ekki eins og venjulegu leikur, þar sem hún getur bara látið hliðarveggina vera og sleppt því að byggja þá. Af því að það eru 18 spilarar í kringu þig og þeir taka hvert einasta tækifæri til þess að gera skaða. Fullbox. Heldur betur. Reynir að koma sér í burtu. Já, hann hitt hann vel hérna. Fullboxed! Hann á ekkert! Já, hann á 1 líf eftir, fullboxed. Og hann er smá skjöld líka. En þarna Mikki Borgó hugsar ekki aðra spilara í örskamma stund og finnur sjálf og sjá 50 líf og ekki meira en minna heldur en fallin. Já, Lester tók hann hérna, það eru 17 spilarar eftir, fullboxed með 2 líf og 25 skildi. Og 3 build. Já. Kristó með 2 óðum, hann er með gull AR og er að skjóta hérna á Steven, 144 Hz. Byggir sig við hliðina á honum, en fær skot allstaðar að. Hann nálgast Steven og svo sér hann Benna Svak á hægri hönd, ætlar að fara í hann eða hvað. Benni Svak er vel boksaðar inni, skýtur vel á hann. Ja, Kristó er með góða stöðu, var þetta hringin hérna, en núna þarf hann að halda sér á lífi. Nýti tækifæri, næði sér í meiri byggingarefni. Hann er með 80 byggingarefni núna. Kemur sér inn í hringin hérna við hliðin á Benna Svak og virðist alltaf búa til svona ákveðna stöðu þannig að hann geti tekið þennan bardaga án þess að eiga að hætta að vera skotin annars stað frá. Vinnur þarna í að taka vegginn á núna þennan vegg og sjáu þið að hann opnar hann til þess að reyna að ná skoti en Benni Svak færir sig í aftara boxið. Já. Kristó endurtekur leikinn nær loftinu, Benni Svak bara undir 1 keilu þarna, hann er í vesenni og hann fellur. Kristó tók hérna Benna Svak, tók hann fyrst 110 og svo náði hann fleira. Leikmenn eru farnir að þéttast í 8 hringnum, við erum komið með hring númer 7 af 12. Og nú er 8. hringurinn að fara að byrja. Þetta er bara svo erfitt. Þú mátt ekki láta andstæðinginn ná þakinu á byggingunni þinni. Einmitt. Það er svo erfitt að verjast þegar skotin ofanfrá. Einmitt. Fannar the King 1 er hérna uppi og Relax Lester er hérna í kringum hann. Það eru menn allt í kringum hann. Og þetta er farið að vera spennandi að sjá hvernig þetta verður. 15 eftir. Kristó, hann ætlar ekki að spila þetta rólega, hann fer beint í það að berjast til Fannar the King og sjáu þið hvað hann gerir þetta vel. Hann er búinn að taka 1, hann er næstu í þakkinu, fer inn í boxið og tekur ekki einu sinni skaða. Kristó með 3 fellur hérna. Kristó stimplar nafnið sitt inn í þennan leik og þarna er annar Kristó. Við getum bara verið 1, Kristó segir, Kristó. Já. Og það er ég, Kristó. Já, þeir eru mjög þétt nálægt hvort öðrum hérna. Kristó og Lester eru hérna í einni kös og Kristó með setu nálgast Kristó. Þeir eru að fara hérna í bardaga. Sjáðu Kristó! Já. Hann nýtir sér tímabundin veikleika í bildunum hjá, nafna sínum. 4 fellur hjá Kristó. Þetta er bara mjög hátt að vera með 4 fellur. Við sjáum hérna að hann er að fá sér bláa skjöldin, mjög gott hjá honum. Hvað sjáum við hérna? Hann er að... Já. Býður ekki, Kristó nota tempo rosalega vel í þessum barndum.
Hann er ekki að gefa andstæðingunum sinu neitt séns til þess að komast í öryggi og ná lífinu sínu almennilega upp og þarna nær hann að brjóta í gegn einu skoti á Lester. Einmitt, Lester er að bæta við sig skildinum. Við sjáum hérna í kringum byggingarefnin. Þetta er mjög svona allt í einni kös hérna. Þannig erum við, sko, það sem að Kristó álíka núna, hann fær öll byggingarefnin frá andstæðingunum sem hann fellir. Þið sjáum það, hann er með 150 build eftir, sem þýðir það að hann er í raun og veru með eins mikið af efnið og hægt er að hafa og þetta þýðir ákveðið öryggi. Hann er ekki að fara að lenda í vesinni þó að einhver sé að reyna að skjóta niður veggina hans, hann getur byggt endalaust af nýju. Algjörlega, og 6 svona armored walls og hann skýtur á Bjarka, hittir veggina hans en ekki Bjarka sjálfan. Og er að eigna sér alla þessa veggi í kringum sig. Hann er komin í miðju hringsins, hann er bókstaflega alveg í miðju hringsins. Stephen er nálægt honum. Hann á gólfið, hann á keiluna og núna fer kaosið að byrja. Já, Stefán. Þetta verður erfitt að fíkast með þessu öllu en þetta á eftir að gerast mjög hratt á næstu mínútum og sekúndum. 3 sekúndur eftir að 8. hringnum og 9. hringurinn er að fara að koma. Og við sjáum að hann er að skjóta á Stephen, hittir bara í byggingarefnin hans. Já, hann má ekki slaka á í 1 sekúndu akkurat núna, hann veit að Stephen er veikur fyrir og reynir að koma sér þarna í bakið á honum. Hann sér hann þarna bak við rampinn og já, næstu því að komast á hann. Og við sjáum hérna hver hringurinn er þröngur og hann sem er mest af fellur er Lester með 5 fellur sýnist mér. Já, Dena starfa eftir með 4, Kristó með 4 líka og þetta eru þá spilarar sem getur tekið hvað mest af stigum út úr leiknum eins og staðan er núna. Heldur betur. Kristó nýtir þetta að vera með Flowberry Fizzið í gangi, þannig að hann tekur ekki skaða þarna en hann fer líka ofan í vatnið, sjáu þig hauskúpunum. Jú. Það leyfir honum að hoppa og þetta er eiginlega eina movementið sem við erum með í þessu móti, þannig að þetta hjálpar hann rosalega mikið að komast allan hringinn. Einmitt hittir hann í Stephen og við sjáum nýtir sér þetta aftur, hann er eftir Stephen en það er einhver komin í bakið á honum, hann þarf að passa sig þarna, armora sig upp. Heldur betur, þessi veggir komur sér vel og við sjáum að Stephen er fallinn. Fellur á móti Bjarka. Já, og þeir eru 7 eftir. Við sjáum þannig að Kristó skilur eftir 2 veggi sem venjulega veggi sem þýðir það hann á auðvelt með að koma sér út. Já. Hann ætlar ekki að fara neitt fyrir hann er búinn að koma sér alla leið upp í... Fékk sér fleiri hauskúpur. Já, hann er komin alla leið upp í topp líf og þá eru bara 7 eftir í þessum fyrsta leik Elko-deildarinnar. Hver ætlar að setja stimpilinn sín á þennan leik? Kristó er búinn að koma sér í góða stöðu til að taka á móti öllum. Fólk þarf að fara í gegnum hann til þess að komast inn í hring. Heldur betur. Reynir að taka vegginn af Denas. Denas lætur sig hverfa, lendir samt í skottriðinni frá Kristó og næst er það Bjarki. Já, Kristó hitti Bjarka þarna aðeins. Bjarki er búinn að koma sér vel fyrir. Leikmennir eru allir að reyna að finna sér eitthvað saman stað til þess að vera á án þess að fá skaða frá hringnum. Þeir eru allir einni kös þarna leikmennir. Hann er með hægrandinn og hann reynir að skjóta hann niður. Hann var svo nálægt því, það þurfti bara 2 fleiri skot í hylkið. Þá hefði Marcy X Twitch geta verið í vesinni og hann heldur áfram að reyna við hægrandið. Já, og mér sýnist að það séu fleiri leikmenn að nálgast hann. Við erum að fylgjast núna með Bjarka og það eru leikmenn allt í kringum hann. Hann er að berjast þarna að ná hæðinni af því að skotin niður. Bjarga sér aftur, Marcy X Twitch þarna, vill halda sér eins hátt upp og mögulegt er. Þetta er ákveðið forskot á aðra leikmenn, hann geta hort niður á þá. Heldur betur, hann er að nota medkittið og kannski setur hann niður armored wall. Hann á 1 armored wall eftir, 4 eftir. Relax Lester fjall fyrir SXL bot. Marcy X Twitch næstur því. Það eru bara 2 eftir. Það er Kristó á móti hverjum, það er einhver fyrir utan storminn. Lexi, já. Lexi, sprayið og Lexi IRL fellur. Það er Kristó, eini sanni Kristóinn á servernum sem tekur fyrsta leikinn í Elko-deildinni. Með 6 fellur. 6 fellur fyrsta sæti, það eru 12 pluss 25 stig reikniðin og öll sem heimaslitið. Hvað er það mikið? Það er 37 stig. 37 stig. Ég held að hans verði á toppnum á stigatöflunni sem við fáum að sjá bara innan skams. Þetta voru flott tilþyri hjá Kristó og Denas og fleirum. Við sáum reyndar okkar mann Þorlák falla svona frekar snemma úr leik, en hver fannst þér svona standa upp úr, Ólafur? Sko, við enduðum á því að fylgja svolítið mikið með Kristó. Já. Og ég verð að gefa honum bara, myndi ég segja, frekar mikið hrós fyrir hans nálgun í svona leik. Hann var að taka
myndi ég segja sko yfirvegaða bardaga. Já. En á sama tíma gaf hann engan afslátt. Einmitt. Hann lét finna fyrir sér, hann kontestaði eða sko reyndi við hverju einustu byggingareiningu. Hann var mættur á vegginn, hann var mættur á þakið, hann tekur yfir hérna keiluna. Já. Því það núna getur þú ekki byggt sko í gegnum veggið þinn og byggt keiluna ofan á til þess að vera með 2 lög að venda þig. Hann var síðan mættur á vegginn, hann færði sig yfir og leið og hann fekk séns, þá var hann mættur inn í bóksið þitt og hann var að berjast við þig. Það var mikil svona kös í kringum hann og mikið aksjón, hann hélt samt ró sinni, var bara með stóiska ró, þótt að það var mikið að gerast í kringum hann, valdi viðfangsefni sín vel og tók hann hann út í lokin, þannig að það var flott að sjá hann hann í lokin í þessu 1v1 taka hann út sko. Það sem að Kristó gerði líka rosalega vel er að hann var alltaf með stormin við bakið á sér. Það er rétt. Hann tók enga séns á þar, auðvitað ekki eins vini, þannig að þú veist, hann rótiraði gríðarlega vel. Hann rótiraði gríðarlega vel og var líka duglegur, myndi ég segja, sko, þú veist, eins og þú segir, hann byggði í hlíðarnar á sér. Hann bjóst við því að hann væru aðri spilarar að horfa á hann og hann tryggði bakið á sér. Heldur betur. En stigatalinn tilbúin, við getum fengið hana upp, séð hvernig leikar standa. Já, þetta er fyrsta stigatalinn sem við sjáum á fyrsta kvöldinu og fyrsta leiknum í Elko-deildinni. Þannig að þessi stigatafla á svolítið kannski eftir að leiða og sjá svona hvernig þetta áttur að þróast, en hún getur breyst mjög fljótt, bara eftir leik númer 2 sem við tökum, þá getur stigataflan allt önnur og við sjáum hérna að iCrystal er í fyrsta sæti með 37 stig, 6 fellur, 1 sigur, 37 stig og í öðru sæti er Leicester með 24 stig, hann var með 7 fellur, fleiri heldur en Crystal en endaði samt eins og maður segir, já, hann gæti hafa verið í öðru seti. Hann var ekki í öðru seti í leiknum sjálfum, en hann komst þarna, skilur, 7 fellur, það eru 14 stig, þannig að hann hefur fengið 10 stig, þannig að hann var í 4. til 7. sæti. Akkurat. En þarna sérðu líka hvað skiptir miklu máli að ná þessu fellum. Algjörlega. Þú veist, hann endar hérna í öðru sæti. Og svo er Ravik Lexi, MarcyX Twitch, það er annars spilari sem ég vil sérstaklega tala halda high-groundinu. Já. Vannmetið. Algjörlega. Já, og við sjáum hérna SX Larbot og Bjarka hérna í 5. og 7. sæti. Þannig að þetta er stigatablan eins og hún er akkurat núna og hún geti breyst eins og við segjum eftir næsta leik. Já, bara mjög líklega breytast eftir næsta leik. Algjörlega. Við sáum það hvað voru margir bardagarna sem var mjög mjótt á munum, skilur við. Já. Ég held að við höfum séð allavega 2 eða 3 þar sem að aðeirinn yfirgaf þann bardaga með kannski 25 líf og við vitum ekkert hvernig næsta leikur fer. Nei. Og svo hugsum við aftur, hvað ef iCrystal er bara snemma? Algjörlega. Hvað ef hann bara fellur úr leik snemma í næsta leik? Það þýðir það að það er að vera einhver annar sigurveri, það er einhver annar sem er að fara að fá allar þessar fellur og hann staða nákvæmlega, hann staða er ekkert tryggð. Nei. Og svo bara við eigum 19 leiki eftir. Algjörlega. Þetta eru 10 útstík, 2 leikir kannski, það eru 19 leikir eftir, það er nóg að spila og ég vona líka að þeir spilarar sem að kannski, þú veist, fjallu leik snemma í þessum leik, komum bara tvíeldi tilbaka. Algjörlega. Og það verður áhugavert að sjá hvort við sjáum einhverja breytingar á strategíu, breytingar á áætlunum hjá leikmönnum þegar við förum inn í leik nr. 2. Einmitt, eins og við segjum, þá vorum við búin að tellja upp að það er 125.000 krónur fyrir fyrsta sætið, 50.000 fyrir annað sætið og 25.000 fyrir þriðja sætið. Og það er nóg til í pottinum og mögulega getum við fara að sjá kannski einhverja klippur úr leiknum, svona replay bráðlega, sko. Já. Ég veist að koma inn þetta með að við ræddum allir fyrir leik. Það er að tala vopnaburð. Já. Monarch Pistol, við sáum hann í leiknum. Nei. Það er rétt. Hún var bara ekki til staðar. Og það er greinilegt, fólk er greinilega að setja meiri áherslu á því að geta tekið þessa bardaga svona á miðjufæri, skilur, ekki löngufæri, ekki stuttufæri, geta tekið þá vel með assault riflunum eða bara hríðskotabyssunni, skilur frekar heldur en það að þessi að reyna að taka og reyna að hugsa eitthvað storm surge dót, sko. En já, að þessu sögðu þá vil ég minna á að það er mjög skemmtilegur leikur í gangi. Töluleika tónlist með Sinfó verður haldið á næstu dögum og Rafíþróttasamband Íslands í samstarfi við Sinfóníuhljómsveit Íslands efna til gjafaleiks. Það eina sem þið þurfið að gera til þess að taka þátt er að skrifa upphrópunarmerki Sinfó, S-I-N-F-O í Twitch chatið til þess að komast í pott og verða tilkynntir síðar. En þá er leikur 1 komin í sögubækurnar og leikur 2 fer að nálgast ófluga, en áður en við förum í hann, þá ætlum við að kíkja í smá auglýsingar.
Já, verði hjartanlega velkomin aftur þarna sáðu geggjaðan trailer fyrir þessa tónleika með Sinfoníuhljómsveitinni. Akkurat, fyrir alla tónlistar og tölvuleikja unnendur. Nákvæmlega, sem að eru við flest, myndi ég halda. Margir sem hlusta á tónlist á meðan þeir spila töluleiki. Töluleiki þekktir fyrir rosalega góða tónlist líka í gegnum tíðina. En, nóg það, að leiknum. Við erum komið með sigurvegara leiksins Kristó í viðtal við okkur. Kemur ekki á myndaðil en við fáum hann í, rödd, þetta svona líður svona eins og við séum að taka svona gerfinhetta viðtal sko árið 95 eða eitthvað svona. Já, hann kemur til okkar með gerfinhetti. Kristó, heyrur í mér? Látum okkur sjá. Hann fer að detta inn brálega. Kristó. Hann dettur inn á endanum. Já. Veistu hvað, ég ætla að nýta þetta tækifæri. Já. Ég ætla að gefa shoutout á strákana mína sem sitja heima og eru að horfa. Já. Steinar og Aron, þeir eru geggjaðir, verið duglegir að fara að sofa. Mamma ykkar á skilið smá kvitt líka. Já. Að gera nýta tækifæri sko. Emmitt, mjög skemmtilegt. En við býðum bara því að Kristó hérna hoppi inn og stoppa okkur af. Kristó, heyrur í okkur? Mér heyrist ég heyri eitthvað hinum einn. Býttu nú við, já. Hann ekki bara ennþá að hurka svitan? Hann ennþá að fagna, hann bara, þú veist, kannski er hann að brjóðast inn í boxi hjá einhverjum, bara akkurat núna. Hann stóð upp, greip svona pikkaks og byrjaði að brjóta vekkin niður heima á sér. Já, það er mikið innbrot hjá honum. Hann er á toppnum á Elko-deildinni eins og staðinu núna, en það breytist mjög fljótt vegna þess að hinir leikmennir eru líka þyrstir í stíginn. Þeir eru mjög þyrstir í stíginn, sko. Þannig að þetta áttur að breytast mjög fljótt. Algjörlega. Og þú veist, ef það er einhver spilari sem að hugsa, herru, ég ætla að kveikja á streyminu hérna á milli leikja. Sjá hvað þeir eru að segja á eitthvað svona. Startu aðeins upp frá tölunni eða úr sofanum, veit ekki hvort þú sett spila á lyklaborðum hús eða fjárstýringu eða hvað það er. Labba aðeins tegðu aðeins úr þér, taktu nokkur hopp, fáðu smá ferskt loft, undirbúið sér andlega fyrir næsta leik. Því að þá byrjar þetta allt upp á nýtt. Reynum einu sinni en hérna erum við með Kristó á línunni. Hann kemur ekki, þannig að við þurfum að halda árum að tala. Það er bara fínt, mér finnst það gaman að tala. Emmitt. Ég er mjög spenntur að sjá í næsta leik hvað Mark Twix gerir. Hann var með 0 fellur í síðasta leik, samt í topp 4 með það ekki. Jú. Það er spurning hvernig hann leggur upp næsta leik, hvort hann vilji vera aggressífur eða hvort hann vilji bara halda saman róli. Hann er með fullt af stigum þrátt fyrir að, eins og sé, 0 fellur. Já. Það er sko Marcy X Twitch. Núna veit ég ekki, ég er ekki með spilaralistan fyrir framlangur. Gæti þetta verið eini kvenkeppandinn okkar? Mögulega, og þá ætla ég að halda með henni. Já, en þú veist, ég vil fá meiri stelpur í Elko-deildinni í framtíðinni, sko. Ég 100%. veit að það eru fullt af stelpum sem eru að spila Fortnite og ég held að það er marga hverja fullt erindi inn í þetta. Algjörlega. Það er svona hlutur af, hvað getur sagt, þessari vitundavakningu og þessari baráttu sem við erum í, er að það er bara allt í lagi hjá öllum að segja, hei, veistu, ég elska töluleiki og ég ætla að fara að keppi, ég ætla að æfa með þeim og ég ætla að vera góður í þeim. Algjörlega. Og það skiptir einhver máli af hvaða kynið þú ert eða hvaða önnur breyta spilar með. Við höfum öll heima í rafíþróttum. Heldur betur og að því sögðu þá held ég að sko við ætlum að byrjum að bíða eftir highlightsunum frá síðasta leik sem við erum svolítið spennt að sjá og þannig að það verður spennandi að sjá highlightsin þegar þau koma. Já, en tölum aðeins skilur hvað við getum verið að fara að sjá í næsta leik. Og þá sérstaklega skilur spilarar sem við sáum kannski ekki fara eins langt og við byggumst við. Einmitt. Þá er ég að horfa á Gnarr, þú veist, hann fjall frá hérna í þessum leik tiltölulega snemma, skilur, var ekki í þessari top 10k sem við sáum að í lokin. Einmitt. Og það var að því að hann var mjög árásargjarn. Já. Þú veist, í þessum leik, hann spilaði mjög aggressívan spilastíl, var að leita barðunum og ætlaði ekki að gefa neitt eftir. Algjörlega. Núna þarf hann að taka ákvörðun. Ætlar hann að halda því áfram eða ætlar hann að spila þetta aðeins rólegar og kannski, þú veist, eins og við sáum Kristó gera, bíða betur eftir tækifærinu. Algjörlega. Kristó fylgdist alveg stundum með og svo bara heyrði ok og inn. Algjörlega. Og það er líka eins og Tomper. Ég sá Tomper bara ekki neitt þarna, sko. Nei. Spurning hvort hann hafi verið í leiknum, sko. Já, spurning hvort hann hafi komist inn á serverinn. Herðu, leikur 2 er farin af stað. Rútan hefur farið af BSI hérna og er á leiðinni yfir eyjuna í Fortnite. Við skulum sjá hvert spilarar ákveða að stökkva og hvernig leikur 2 spilast akkurat núna. Algjörlega. Eyjan Fagra er þarna. Þeir eru yfir Restored Reels. Eyjan Fagra.
Já, við erum að fylgjast með iCristo sem á toppnum á Elko-deildinni eins og staðan núna. Hann spurning hvert hann sé að fara. Hvað hann? Hvert hann að fara? Já. Já. Og virðist vera svona góði fjöldi af spilurum þarna. Jú, þarna OKF Tomper, vissulega inn á server. Jú. Og við sjáum, virðist vera svolítið mikið, sko, Gnarr, FH Stuffy, Fan of the King, allir að fara þarna nálægt Doomstadt. Algjörlega. Dabbi C, Mr. MC, FN, hann sér Dabba C þarna, við sjáum hann, skiptum skoðun, hugsa, herri, nei, ég ætla að fara eitthvað annað. Og að fylgjast með Ravi Gnarr sem strax komið með gott loadout. Við síðast að vera með 2 shotgun en hann komin með alveg nóg af bláum skildi, fær sér meiri bláum skjöld. Skilvið hvað hann að gera þarna, hann greinilega búinn að kortleggja akkurat þessa rútínu. Já, algjörlega. Hann komið 9 byggingarefni og að skjóta á Dr. Doom sem NPC í leiknum. Það þetta ekki Mysterio? Já, Mysterio fyrirgefðu, algjörlega. Nær medalíunni. Já, og líka bara, ekkert smá vel gert þarna. Hann algjörlega búinn að stratta þetta í þaula. Hann veit nákvæmlega hvað hann að gera þarna. Algjörlega. Ef hann tekur upp þessu medalíu þá getur hann orðið ósýnilegur. Hann getur orðið ósýnilegur en hann sést samt sko á kortinu. Já, akkurat. Og það spurning sko hvað hann vill gera með það. Þannig að hann skilur hann eftir þarna allavega til að byrja með og meðan hann að safna byggingarefnum. Algjörlega. Sjáum það bara með 10 byggingareiningar akkurat núna og þarna sjáum við OKF Tomper. Já. En MarciX Twitch búinn að finna sína fyrstu fellu, Krummi Hauks fallinn og Guðlaugur með sína fellu líka. Relax Lester á móti Tomper þarna verið að leita smá skada. Algjörlega, Tomper svolítið að sækja sér meiri byggingarefni áður en hann fer í hann og opna nokkra kistur og gera sér kláran í þetta. Spurning hvort hann sé með taktan ennþá frá Íslandsmeistaratitlinum 2018. Annars þetta 2019. Já, annars þetta 2019, algjörlega. En það var nú náttúrulega ekki sko alvöru keppni sko, eins og núna. Algjörlega. Og áhugavert sko fyrir þá sem að heima sitja að spyrja, heyrðu, af hverju kláraði hann ekki að brjóta niður þessi tré? Þetta það sem að bestu spilararnir gera mjög reglulega. Þeir skilja eftir eitt högg á tréð til þess að láta ekki vita hvað þeir eru. Þegar ef þú sér alltaf í eitthvað tré hverfa þá veistu að það var einhver að fella það niður. Einmitt. Og OKF Tomper búinn að finna eitt elimination. Já, hann að hitta vel í Lester, tekur andra besta, eða Relax Lester tekur andra besta og þá það OKF Tomper að reyna að koma sér niður á brúnni til að sjá hvort hann ætli í þetta eða hvað. Hann hætti við, hinum megin við brúnna og byggir sér niður með þessum þrýtningum. Og já, hann með 64 byggingarefni og nóg af góðu lúti. Já, þetta FH Stuffy, tekur út Fan of the King þarna, 39 spilarar eftir, 49 hófu leika. Já, og 10 sekúndur í hann hringurinn fara að lokast. Tomper nú að sækja sér hauskúpunar sem gerur hann kleift að teleporta sig áfram. Spurning hvort að það einhverju 2 hérna inn í Grim Gate sem hann geti farið að berjast við, sko. Já, hann greinilega hugnast betur sú taktík. Hérna iCristo búinn að finna. Já, þarna hann Þorlákur, 9 ára, akkurat í Grim Gate, nálægt Tomper. Á móti GXBBE þarna. GXBBE hoppar upp og allar að fara beint í hann. Hittir, smá, en þá kemur, byggingarbardaginn. Hann skýtur sér upp og komið hægrándi GXBBE með hann að skipja í toilet. Hann á ekki bild! Hann verður bara að taka fætinn, þetta erfitt! Mjög erfitt. Hann þarf að koma sér út akkurat núna. Hvað gerir hann? Hann að vera third partyer? Við sjáum að það að koma skot annar staðar frá, eða hvað? Já, hann fallinn, Þorlákur fallinn. GXBBE fellur Þorlák með sína fyrstu fellu í leik 2 kvöldsins. Já, og þarna var það, því miður, engin byggingarefni eftir hjá Skipiti Toilet og það setið bara í erfiða stuðu. Algjörlega, þetta getur orðið að falla að vera ekki með nóga byggingarefnum. Bara lúta nóga mikið í byrjun, safna að þessum byggingarefnum. Við sáum svo sem ekki aðdragandan að þessum bardaga, þannig að það gæti verið að það hefði verið eitthvað það að hann hefði þurft að byggja og nota byggingarefnin sín fyrr í þessum bardaga. Einmitt. Mér langar líka að nefna að við sáum Mr. Hákon hérna á hann, en hann vann einmitt sóttkvíbyggarinn hjá Ice Cold 2020. Já. Sem var haldinn hérna. Já, þá þegar að Fortnite sameinaði marga í einangrun.
heldur betur. Þarna er einmitt Mr. Hákon, ef þetta er sami og vann hérna sóttkvíbikarinn sem var hjá Ice Cold og við sjáum að hann er með 116 byggingarefni og 0 fellur en hann sér eitthvað SXL bot þarna. Já. Tekur launchpadin eða hvað? Virðist alltaf bara taka í rólega, ekkert of mikið að vekja athygli á sér. Hugsar væntanlega sko hvernig hann ætlar að koma sér inn í hring. Og þarna erum við kannski að sjá afleiðingar þess að hafa endað fyrir utan topp 10 í fyrsta leiknum. Sumir spilarar að spila aðeins að varkárar. Algjörlega. Við erum að fylgjast núna með Breka Uno sem er úr Ravik. Hann sér Agent Box og er hann að fara að skjóta á hann. Hann er ekki að láta vita af sér. Hittir hann örlítið, hann byggir sig inni, byggir sig upp og ætlar að ná hægrándunum. Já, Breki Uno virðist alltaf að taka þennan bardaga. Þeir eru báðir fyrir utan hring, hringurinn er að hreyfast og er að lokast í bakið á þeim og þið sjáu þarna gula örin niður í hægra megin. Það er einhver að horfa beint á þá og virðist alltaf að koma inn sem þriðji aðilinn í þennan bardaga. Gæti orðið third party eins og við segjum og hann er búinn að byggja sig vel inni, tekur skot, hittir ekki. Agent Box hittir hann ekki. Þetta er Headmack Jr. sem að býður þetta á kantinum, leitar eftir tækifærin til að fá auðvelda fellu og auðveld stig. Algjörlega. Já, núna virðist eins og að Breki allavega hafi áttað sig á því að það er einhver að fylgjast með eða hugsa sig aðeins Já, Headmack Jr. fylgist grannt með og reynir að ná sínu færi, er að kannski að hlaupa inn í hringinn óséður, við veitum það ekki. Og við hringurinn að hreyfast. Sjáum hérna Isber í Doom, hann er hérna á Doom's Castle og hann er að nota Fishberry til þess að bæta við sig skildinum. Rosalega flott skinn sem hann er með. Já. Og já, þarna er Relax Lester sem situr einmitt í, held ég, öðru eða þriðja sæti akkurat núna, er að taka bardagan við 2 spilara á sama tíma, heldur upp til hætti, brýtur niður Isber, en hann þarf að passa sig, að enginn komi fyrir aftan hann. Nei, hann er ekki að byggja fyrir aftan sig, hann telur ekki þörf á því, núna gerir hann það. Sáu þarna, Isber opnaði þaki hjá sér og Lester brást strax við með að taka keiluna ofan á og er núna að leita eftir tækifæri til að taka vegg. Hann á alla byggingareiningarnar hann í kring, þar á meðal þessa veggi og þetta þak og Isber gæti verið í vesinni, já, hann fattar ekki að hann lappaði beintir í gildruna og það er, nóg fyrir Lester. Það er hann búinn að tryggja stjórn á öllum helstu veggjum og gólfum en þá kemur Sigmund Netuhaus og reynir að finna þennan bardaga á móti veikum Lester. Á sama tíma tekur Breki Uno út Agent Box. Þetta er bardagi sem búinn að vera í gangi í langa tíma en Lester lætur ekki sig stoppa og tekur út Sigmund Netuhaus líka. Já, hann er að standa sér rosalega vel. Lester, hann er með 3 fellur. Það gæti verið bara það hæsta í leik 2 kvöldsins. Við erum aftur að fylgjast með Kristó sem er með 1 fellu, 115 byggingarefni. Ég er komin á Lester, þarna, Lester í vesinni. Já, 2 toppmenn að mætast. 65 líf á Lester. Einungis 10 byggingareiningar eftir, meðan að Kristó er með 95 byggingareiningar. Já, Lester er að spila þetta vel, fattar það að Kristó er hann að reyna að taka þakið, hann setur niður armort vegginn algjörlega á síðustu stundu og Kristó leitar á hann í gegn, finnur mögulega nokkur högg á hann þarna, gerir það, brýtur skjöldin, Relax Lester fellur tilbaka allalið inn í húsið og þá er Kristó komin í smá vesen, hann er að leita á hann, það er bara 1 veggur eftir. Lester fellur fyrir Kristó. Já, Lester átti engin byggingarefni eftir þarna, gæti ekki bildað neitt og var svolítið á afturfæturinn búinn að nota síðasta brinnvarða vegginn sinn. Einmitt, Kristó er með 6 brinnvarða veggi og 88 byggingarefni meðan það eru 27 spilarar eftir. Hérna sjáum við Monarch Pistol, loksins lítadagsins ljós, það er FH Stuffy að leita einhver takki á Kristó og spurning hvort hann leggi í það eða hvort hann vilji bara halda sig á lífi. Ef að Kristó myndi stoppa í 1 sekundu að þá myndi hann sennilega taka skotið en Kristó ætlar ekki að gefa færi á því. Já, við sjáum að það eru hringurinn er búinn að minnka 3 sinnum og af 12 og það eru 30 sekundur í að hringurinn fara að minnka aftur. Hann er með svolítið að fiskum, hann Stuffy, og 4 brinnvarða veggi. Þannig að þetta er ágætis lót á tjáðunum með þessa Monarch Pistol sem er talin OG í þessum leik. Þetta er eitthvað sem að geti gefið í skinn hvað FH Stuffy ætla sér seint í leiknum en þessi fiskar gefa manni 50 líf hver og það er græna lífið. Þannig að hann getur spilað ansi lengi fyrir utan úti í storminum.
Algjörlega, Kristó hérna fikta hans í sjálfsalunum, fá sér smá klinkur honum. Þetta minnir mig á þegar maður fór hérna, gætt nota 10 krónu peningana sem voru gerði fyrir 1987 í sjálfsölum í Bretlandi, sko. Algjörlega. Denas 13 hérna í bardaga á móti FH Stöffi. Engar fellur hjá Denasi eins og við sjáum, en það geti breyst. Úff, FH Stöffi nýtir þarna þennan glugga sem hann hafði til þess að koma skaða á Denas ansi vel. Gerir vekkir hans veikan. Denas með hægrándinn. Denas svarar aðeins með skaðan, en ekki nóg, fer niður í bunkerinn. Þetta er þetta neðanjarðarbyrgi sem vorum að tala um. Við skiptum aftur yfir á Breka Uno sem með eina fellu og OGF Tomper sækir hart að honum. Breki Uno lár. Já, hann er ekki með mikið að lífi. Og hann fær skot bara alls staðar. Mér sýnist að Kristó með setur sér komin að honum líka. OGF Tomper ætlar víst að fara að taka þetta eða hvað? Nei. Breki Uno með góða hreyfingar hérna, 2 í líf. Já, Tomper sækir hart að Breka Uno. Tomper með fullt líf, Breki Uno með núna 50 skildi, sko. Já, 52 í líf. Tomper veit samt það bíl hvað hann er. Núna er Breki að koma, hann nota það sem heitir medkit, sem við getum kallað bara fyrstu hjálp til þess að koma lífinu sinni. Hann er komin aftur upp í bara svipað líf og Tomperinn. Ó, sjáu þið, hann fjarlæði gólfið þarna á öfustundu, reyna að skota Tomper nær því, en Tomper búinn að eignast loftið þarna, en Tomper tekið niður lár. Já. En þetta sýnir tvöfalda kosti þess að eiga loftið. Tomper getur líka bara að loka loftinu og bakka. Einmitt, hann nota fyrstbyrði til þess að koma sér aftur upp í skjöldin sem er bláa lífið og við erum að skipta yfir á Breka Uno sem er að nota medpakkin eins og þú segir. Og hann er með fyrstbyrði til að koma skildunum upp líka, getur komast í 100 skjöld. Já, Flóber í fyrst þarna að koma sér upp og þeir virðast svona aðeins taka smá pásu, en þeir eru ekki hættir. Ég get alveg sagt það. Þessi bardagi mun enda með, annar þessara spilara verður ekki lengur eftir í þessum leik. Heldur betur, það eru 24 leikmenn eftir. Við erum komin hérna í 4. hringinn, tæplega 45 sekundur í að hringurinn fara að minnka aftur. Við fylgjumst hérna með Tomper þar sem hann er að skoða Kristó upp á eyjunni. Veit hann af Kristó upp á eyjunni, það er spurning. Já, hann er að fylgjast með í kringu sig akkurat núna og hugsa, herðu, ef ég fer á fullu í þennan bardaga, ég á 85 builds eftir, ég er búinn með allt sem að getur hækka lífið mitt hérna, öll meds, skilur sem ég hef yfir að ráða, er það þess virði að halda þessum bardaga áfram? Við sjáum á kortinu að þetta er ákveðin kös sem er farin að myndast inn í kringum eyjuna sem að svífur yfir mappinu og hann Breki Uno er bara búinn að boxa sig hérna inni og ætla bara að vera kjör, sýnst mér. En eins og við sjáum á mínimappinu, þá eru margir spilarar þarna og Breki Uno er aðeins farinn að sjá sér til hreyfings og honum á vinstri hönd er einhver spilari þarna. Og við skiptum yfir í Kristó sem er á toppi mótsins eins og staðan er núna. Tekst honum að halda sér á toppnum, nær hann aftur sigri. Helmingur spilara er nú fallinn, 24 fallnir, 49 hófu leika. Kristó er hérna með 90 byggingarefni og 6 svona brynvarða veggi. Hann er með fjólubláa AR og gull shotgun, þannig að hann er með ágætis loadout. Ég myndi segja að hann sé bara með mjög gott loadout. Hann getur bæði haldið sér heilbrigðum á helfinu og skjöldum og er með góð vopn til þess að taka bardaga á mismunandi fjarlægum. Já, það er verið að skjóta á hann hérna, Halli Bliki er að skjóta á hann. Já. Hvað gerir hann? Hvað gerir Kristó? Hann svarar. Kristó svarar Halla Blika, byggir mikið í kringum sig, safnar efnum og hvað ætlar Halli Bliki að gera? Sjáu hvað þetta er vel gert hjá Kristó. Hann veit að þessi leikur snýstu það að lifa af og ekki endilega bara að fá fellin og hann leitar að tækifærin til þess að fá skaða það sem hann getur en nýtir hverja stund til þess að auka fjölda af byggingarefnum sem hann hefur. Reynir hann að ná nokkrum skotum á Denas, fer síðan í byggingar sem hann er búinn að byggja og nýtir þar aftur í staðan fyrir að eyða efni á óþörf. Algjörlega brýtur hérna vegg hjá Halla Blika sem svarar með öðrum vegg. Er að fylgjast með í kringu sig, margir spilarar í kringum hann, Denas, Halli Bliki, Mr. Hákon, hann dansar fyrir okkur. Hann er á toppnum á LK-deildinni og hann ætlar að dansa fyrir okkur. Hann má líka hafa gaman. Já, það ekki, þetta er bara skemmtilegt að sjá þetta hérna í beinni útsendingu. Það er auðvitað nokkuð sem farnir að dilla sér með heima bara með þetta. Hérna er Haki, Unknown Haki.
Hann er að reyna að komast inn í ringin, er svona á jaðri ringsins. Já, getur verið í smá vesen að það, 2 spilarar hægra megin við hann sem er á milli hans og ringsins, en þarna sjáum við Ógjöf Tomper, hérna, kláraði hann bardaðan á móti Relax Lester? Já, mér sýnist það. Mér sýnist að efstu spilarar séu með 2 fellur og Lester með 3. Mér sýnist að Lester sé fallinn. Denas... Þetta kemur Kristó, hann er að detta niður á eiguna á Mr. Hákon, en Hákon tekur allan skjöldin hans á leiðinni niður og núna þarf Kristó að fara, já, að hugsa sér þessar hvað hann ætlar að gera. Já. Er þarna með Mr. Hákon bara beint á sér, Hákon fyrir kringum Brynjólfsvegginn og ætlar að komast inn í bakið á honum, byrjar að spreyja niður bildin. Kristó neyðist núna til þess að nýta öll þessi byggingarefni sem er búin að vinna svo mikið fyrir því að fá, en það er Mr. Hákon sem nær veggnum að standa og Kristó lendir í smá vesenni. Ég veit ekki hvort það er sér stressið að ná til manna en hann beilar hérna einu editi og kemst ekki í gegn alveg strax, hefði geta verið hættulegt en... Já, Hákon sækir hart að honum, skýtur á vegginn hans en hún tekst að koma skildunni sinum aftur upp í næstu 100. Hákon er með hægrándið, Kristó byggir Brynvar að vegginn svo enginn sem morgundagurinn. Já, þið sjáu stressið og núna er hann að nota líka síðustu skildina sína. Bara með 84 og festist núna út í stormi og það er þá Hákon sem getur svolítið haldið honum þar. Þeir eru báðir fastir á þessari eyju og Ógjöf Tomper komin inn og er að horfa á þá báða. Þið sjáu hann þarna á brúnni. Já, stormurinn tekur skaða, hann fær samt fleiri bláan skjöld og við fylgjumst með Hákoni þar sem hann er að fylgjast með Kristó svona ofanfrá. Hann er með hægrandi Hákon. Já, Hákon er með 3 fyrstu hjálpar sett hérna. Þannig að hann getur verið þarna ansi lengi. Hákon ekki komið inn eina fellu eins og staðinu núna, en það getur breyst mjög fljótt. Hann heyrir Kristó fara niður. Já, Kristó er komið niður og Hákon hittir hann ekkert. Kristó er komin í öruggt skjól frá hringnum meðan að Hákon er að taka skaða frá hringnum, en það er ekki að sök vegna þess að hann er með, eins og þú segir, 2 medkit. Já, og núna er áhugavert, hann virðist alltaf að skipta þessu medkiti út fyrir stóru pottana. Það eru 2, þannig að... Nei, þarna var... Já, hérna er Ano X Evaf, við hefum ekki séð hann áður. Ja, hann er alltaf sko, hann er í felulitum. Bæði sko í felulitum buxum og svo er hann líka grænna í grasinu. Já, hann er ekkert með sérstaklega gott lút. Hann er með grátt lút og smá blátt. Svona skjöld sem hann getur kastað, sem býtir shield bubble í kringum hann. Já, Denas hérna berist á móti Sigmari. Og aftur, þið sjáu þarna, sniðugir spilarar er ekki að nota byggingar einingarnar sínar nema því þurfi. Já, Denas og Sigmar eins og þú segir, fínasta lóta hjá honum. Heyrir hann fara og hann hoppar á eftir honum, hann sér að það Ano Exivaf, veit á Sigmari líka á hverju að elta hann, en Ano skýtur hann í bakið og það er þá, Ano, núna þarf hann að hafa fyrir því að koma sér inn í hring, hann let vita af sér. Já, Ano getur farið að falla út af storm damage, eða hvað, jú, Ano er fallinn frá Denas sem er þá komið 2 fellur, 2 stig bættust við í pottin hjá Denasi sem er þá núna með 4 stig. Í viðbót fyrir þessar 2 fellur. Í það minnsta? Í það minnsta sko. Svo náttúrulega gæti hann orðið í topp 10 sko, eða topp 5. Hann er með ágættis farveg þarna alltaf að komast inn í hringinn en þarna er PRP Kandi honum við hlið og þið sjáu það, hann er með 3 fyrstu hjálpar sett hana medkit þannig að hann getur tekið smá skaða í storminum en bítu, það er spilari beint ofan á hann líka, hann reynir að halda Kandi fyrir utan hringinn og þið sjáu hvað Kandi er að taka mikil skaða, hann verður að koma sér inn hratt, rétt kemst inn hana og byggja sig upp. Já, Denas er með 2 hauskúpur sem hann er að spara, sem hann ætlar að nota á eftir til þess að teleporta sig. Kandi er mjög lár og Denas getur verið að fara að falla hann. Já, gerir það. Þarna örlítið sekúndubrot sem hann hefur til að ná þessu skoti en við það að ná í allt það sem fellur til eftir þessa fellu að þá lendir Denas í því að taka smá skaða annars staðar frá úr hringnum. Finnur þarna nýtt flóperi fyrst þannig að hann, bara sparar ekkert sitt. Spurning hvort hann taka þessar 2 fjólblá SMG, maður hefur heyrt að þessar SMG séu svolítið góðar en við fylgjumst aftur með hringnum sem er að fara að enda hérna í að mér sýnist, hvað erum við með marga spilarar eftir? Við erum hérna rétt fyrir utan Doomstad, það eru 19 spilarar eftir og það er ekki mikið pláss fyrir þessa 19 spilara til þess að deila akkurat núna. Það er 7. hringurinn og hann er farin að þrengjast hringurinn mikið. Kristó, ætlar hann að vinna þennan leikinn frá hann hinn? Kristó lendi vesni þarna, mistaði einu vegg og þegar hann sníði sig við til þess að byggja hann fekk skotfríð frá 2 eða 3 öðrum spilurum og það er ansi fljótt að brjóta niður veggina þína og koma þér í klandur. Já, Hákon hérna á kantinum, Halli Bliki og fleiri
Bjarki Bangsi þarna á góðum stað, frekar ofalega. Þeir eru allir í einni kösarna leikmennir. Hann á einungis 1 brynvaran vegg eftir og 70 byggingar einingar. Það einhver bardaði í ganginum á endanum á hringnum 2 leikmenn, alveg ofan ykkur öðrum og annar fellur, það Okkivaf Tomper, fellur á móti Sigmar 27, fellur í storminum. Hann var aðeins lendi í vesinni við að koma sér í hring þarna. Kristó notar síðasta brynvara veggi sinna á móti Hákoni. Hákoni frekar lár. Kristó getur tekið þetta eða hvað? Hvað gerist hjá Kristó? Hringurinn fyrir að þrengja á honum. Hann mjög góðum stað varðandi hringinn með brynvara vegginn og á alla byggingarnar í kring. Og já. 17 leikmenn eftir hér í öðrum leiknum í LK-deildinni. Hérna svífum við kortið og sjáum fallegu trén og fallegu byggingarna sem leikmenn hafa byggt. Kristó að fara inn á verkstæðið, sækir alveg helling af materials og hann með, Monarch pistol? Nei, hann vildi freka bandisis. Já, þú vilt ekki vera með meira heldur en 2 vopnaðir á þessum tímapunkti. Þú vilt frekar vera með eitthvað sem getur gefið þér líf og þú vilt á bæði skildi og líf, græna lífið. Heldur betur. 8. hringurinn og hann farin að þrengjast mjög. Kristó að passa bakið, þarf ekki mikið til að einhver getur bara spreyjað hann niður, sérstaklega þegar hann ekki með fullt líf. Sækir sér í sveppina, unknown haki hérna, nálgast hann. Já, herðu, Kristó með setu að taka marxist fyrks niður, herðu, haka. Kristó notar hérna þessar handsprengjur sem að taka skildi í burtu frá andstæðingnum rosalega vel til þess að klíra þennan runna. Hann var ekki viss hvort það verið spilar þarna ekki. Heldur betur. Komst að því mjög fljótt og Casey Stoney núna búinn að missa allan skjöldin. Kristó nálægt honum og hringurinn hreyfist hratt. Já, við sjáum leikmennina nálgast hvorn annan og hringurinn eins og þú segir hreyfast mjög hratt. Leikmenn eigi örugglega lítið byggingarefnum eftir þannig að þeir þurfa að nota það sem við hafa. Og Kristó með 3 fellur gæti verið að fara að taka 4. fellinu sína. Það sem hann reynir að hitta í Lexa. Veit hann á honum hann, það spurning. Já, fær smá skaða frá Lexa. Og við sjáum... Þetta það sem Kristó gerði og eins og Aron benti á. Hann komin djúpt inn í hringinn. Hann ekki alveg í kantinum við það í jaðrinum. Hann leggur áherslu á það að vera á stað þar sem hann getur tekið á móti andstæðingum. Algjörlega. Það eru 2 Kristófar eftir, 1 með setu og hinn sem ekki með setu. Við fylgjumst hérna með leikmanninu sem á toppnum á LK-deildinni, eins og staðan núna. Með 120 byggingarefni. Það alls lítið plás. Sjáu það, allir spilarnir eru raunin orðin nákvæmlega núna. Kristó á toppnum þarna upp á. Getur skotið niður á alla andstæðingarna. Já, finnur þetta Sigmar. Já. Og já, LK-deild Emil þarna og fleiri að berjast. Bjarki Bánsi, Kristó tekur hann út, komið núna með 4 fellir í þessum leik. Halli Bliki tekur FH Stöffa. Já, Kristó með setu með hægrándinn meðan allir hinir að berjast þarna niður í svæðinu. Já, sjáu þið þessa taktík hjá honum. Hann lætur alla hina spá ykkur öðrum meðan hann bara að horfa á að finna auðvelt tækifæri til þess að ná einhverjum fellum að ofan. Já, þetta verður hörð keppni milli Kristó með setu og venjulega Kristó. Og venjulega Kristó. Það einn venjulegur og einn óvenjulegur Kristó í þessu leik. Það já, sjáu þið þarna að Kristó ákveður að nota Brynvörð veggina sína. Veit ekki hvort það sé að reyna að vill á sér heimildir að hann sé á þessum römpum og reyna að finna tækifæri til þess að ná inn á einhverja aðra eða hvort hann vilji bara tryggja undirstöðurnar að þessu byggingu í toppnum. Hann tengir fleiri en eina byggingareiningu saman, þannig að það sé erfiðar að skjóta niður og á 64 builds eftir. Hann ætlar að halda sig þarna á toppnum. Nærtökum þarna á LK-deildinni Emil. 6 eftir og 10. hringurinn komin í gang. 3 sekundur í 11. hringinn. Hann mjög þröngur hringurinn. Sigmar að taka skað á storminum. Denas, Kristó, Sigmar, Kristó. Þeir eru spilarar sem við höfum alveg séð áður hérna gera góða hluti. Denas tók mikinn skada þarna frá Kristó. Misti allan skjöldin sinn og ekki mikið sem að ég held að hann eigi til þess að koma lífinu sínu aftur upp. Já, það spurning. Mér sýnist að séu bara 4 eða 5 leikmenn eftir. Halli Bliki tekur mikið skada, fastur í storminum, að fara að falla. Já, Kristó með setu tekur Halla Blika, samtals 4 fellur hjá honum.
þetta nákvæmlega ástæðan fyrir því að Kristó með þessa stöðu, núna að horfa niður á Kristó. Sigmar fellur á móti Emil. Já, Kristó með setu með 4 fellur en hann á einungis 50 byggingarefni eftir. Hann með hægrandið og við sjáum fellu hérna. Denas 13 held ég tók út Elko-deildin Emil. 3 eftir. Kristó. Hann í vesinni á móti Kristó, dettur niður, rétt svo lifir, 16 líf eftir, hann má ekki fara út fyrir stormin aftur. Denas í bóksunni við hliðina á honum, hvað gerir Denas? Denas 13, þú slepptir æfingu fyrir þetta, koma svo, taktu sigurinn! Já, Denas tekur Kristó. Og þá hann einn eftir á móti Kristó, Kristó með hæðina, en núna fer þetta að þrengjast, núna bara lokast þessi hringur, þangað til ekkert pláss eftir. Og Kristó missir líf þarna á móti Denasi. Já, byrjaði að detta niður, næsir þarna í, lítið síldbósun, fær 25 skildi fyrir það, en Denas með 50 líf í forskoti hérna og finnur fyrsta höggið. Denas með forskoti og Denas 13 vinnur leik 2 í Elko-deildinni í Fortnite. Hérna fyrsta daginn, hann sleppti æfingu. Hann getur hlaupið marathon en hann getur líka unni leiki í Íslandsmeistara deildinni í Fortnite. Þetta borgaði sig hjá honum að sleppa æfingu vegna þess að hann fekk sigur í öðrum leiknum. Hann tapar hérna fyrir okkur. Annar leikurinn, sem sagt það eru 2 leikir á kvöldi, þannig að það annar leikurinn af 2. Ég er bara hæpaður. Þetta var geggjað. Þetta var rosaleg keppni. Þetta var frábær endir. Já. Og þú veist bara, skilur, ef við tölum aðeins hérna, þú veist, svona highlightin í leiknum, bara númer 1, leikurinn spilaðist hægar. Fólk var ekki eins mikið að hlaupin í einhverja fæta, þú veist, þú þurfti stundum að fæta snemma í leiknum og allt það. Já. En fólk var ekki eins mikið að hlaupin, já. Nei, það eins og fólk notaði fyrsta leik til að lesa leikinn og unni sig út frá því leik 2. Þú sér það eins og það greinlega einhver stöðuleiki því að heita Kristó. Já. Já. Kristó, hann með það ákveði leikplan, hann með stormin fyrir bakvið sig allan tíman. Já. Kristó með setu, alltaf með hægrándið, báðu leikum. Og Denas var í dag ekki hérna til að eignast vini, hann með 8 killis með leik. Hann með 8 fellur í þessum leik og þið sjáum núna stigataflan búin að breytast. Algjörlega. Kristó á toppnum, Denas í öðru og Lester í 3. En Kristó með setu fylgir honum fast á hæla í 4. sætinu. Já, náttúrulega bara gerir rosalega vel þarna, myndi ég segja, að halda hæðinni, skilur, að vera fyrir ofan alla í þessum loka hringjum. Hann hélt hæðinni bara frá því að voru 10-12 eftir. Einmitt. Og var ekkert að gefa hana eftir og lendir hann í öðru sæti, fær 18 stig fyrir það og ég held að Kristó hafi ekkert fengið rosalega mörg stig í fyrirleiknum. Hann var með 4 fellur í þessum leik, það er 8, 18, ég held að hann sé bara með 26 og öll stigin hafi komið úr þessum leik. Algjörlega, það hérna í heildina Kristó búinn að spila 2 leiki náttúrulega og kom með 10 fellur í heildina og 1 vinn, samtals með 60 stig. Það eru 20 stig á milli Kristó og Denas, þannig að hann trónir á toppnum með 20 stig af forskoti. 20 stiga fórskot ekkert til þess að grínast með, augljóslega samt getur breyst mjög snögglega. Já. Þú veist, það þarf ekki annað heldur en að falla tiltölulega snemma í einum leik og þá er hann komin í vesen. Já. En eins og Kristó búinn að vera að spila, þá býst ég ekkert endilega við því að það sé að fara að gerast rosalega oft. Nei, einmitt. Þú veist, virðist vera ansi svona, þú veist, duglegur í því að, eins og þú segir, rótita, skilur, koma sér á rétta stöðu, á réttum tíma. Við sáum það líka í þessum leik með Kristó að hann lendi þannig í slagsmáli við Mr. Hákon var það ekki, svona, hún langaði ekkert í. Já. Og þannig sáum við mótlæti hvernig hann brást við því, þannig var hann sallarólegur. Já, bara, þú veist, hugsaði bara færði aðtekla eitthvað annað, Algjörlega. Við sáum líka, þú veist, ég held að spilarar hafi verið að átta sig á því að það er meiri hasar inn í storminum en þeir byggust við. Þetta eru náttúrulega, skilur, það eru 49 spilarar, þeir eru allir að hreyfa sig á sama tíma og þeir eru allir að skjóta hvern annan þegar þeir sjá hvern annan. Og ég sá meira af, meds sem að hjálpa þeir að vera áfram í storminum. Það voru fleiri medkits, það voru fleiri bandís, það voru fleiri fiskar. Algjörlega, fiskarnir. Og það virðist vera einhver ákveðin breyting sem átt sér stað á milli leikjar 1 og 2. Algjörlega. Þetta er búið að vera æsispennandi. Og það verður mjög spennandi að sjá vegna þess að við verum með ykkur eins og við segjum næstu 9 mánudagskvöld líka hérna á skjánum þar sem að við verðum að fylgjast með. Það verða 2 leikir á hverju kvöldi og það getur bara einn staðið uppi sem sigurvegari þá í leikjunum og svo í deildinni sjálfri. Þannig að já, þetta er búið að vera mjög spennandi. Svo vil ég ætla að henda einu fram hérna. Já. Í dag er dagur 1. Við hittumst aftur eftir viku.
margt getur breyst á viku. Það ansið margt sem getur farið öðruvísi næsta mánudagskvöld. Ég meina, hversu margir af þessum spilurum fór þetta frá því að vera eitthvað svona, já, ég tek þátt í deildinni, skilur við. Svo mættu þeir í kvöld, spiluðu leikina og það var bara, heyrðu, it's on. Ég ætla að vinna næsta mánudag. Hvernig verða æfingarnar? Hvernig verður undirbúningurinn? Fólk kannski að vera hérna, ég var ég var ekki alveg nógu vel stemdur hérna, ég ætla að fara, út og hreyfa með aðeins áður en ég byrja. Denas hérna, mætti feskur á æfingu og tekur leik 2. Algjörlega. Þetta sko eins og þú segir, undirbúningurinn, hugafarið skiptir rosalega miklu máli í þessu, vinningshugafarið og mér sýnist að þetta eru lendingastæðir sem spilarar hafa verið að lenda á og hvernig hringurinn endaði þarna í lokin. Já, þarna, þú sér þarna norður hlutin af kortinu nokkurn veginn tómur að mörgu leyti. Þannig að þarna erum við að horfa á, skilur við, spilarar að fara að taka ákvarðanir út frá þessu. Hvar voru leikmenn að falla, hvar voru leikmenn að lenda. Algjörlega. Þetta mun breyta því hvernig þeir nálgast leikina í næstu viku. Andlegur undirbúningur. Hversu margir voru bara stressaðir, taka þátt í svona fyrsta móti, þeir eru í sjónvarpinu, það er einhverju gæjar hérna í einhverju stúdíu að lýsa þér, það er kannski verið að fara að kalla á því eitthvað viðtal, þetta er óþægilegt ferli að komast inn í leikin, kannski að gera það í fyrsta skipti. Það eru marga breytur sem að gæta allt í einu séð bara, heyrðu, hvar lendi Kristó? Ég ætla bara að lenda á honum í næstu viku og ég ætla bara að taka hann út, skilur. Hann er komið með skotmark á sig núna. Algjörlega, leikmenn eins og þú segir verða kannski minna stressaðir fyrir næsta mánudagskvöld því að þá eru þeir vanir því að fara inn í leikinn og eru komið reynsluna því að stilla sig inn í serverinn og svona. Þannig að þetta gæti orðið aðeins öðruvísi næsta mánudagskvöld. Verður líka gaman að sjá næsta mánudagskvöld hvernig þeir á toppnum, það verður mótlæti. Þeir fyrir neðan þá að fara að skjóta á þá. Þannig að það verður gaman að sjá hvernig þeir bregðast á því og hvernig þeir fyrir neðartöfluna bregðast því að vera þar. Já, ég meina, það alveg smá svona ego-check í gangi, sko. Þetta alveg bara svona, hei, ég á toppnum, ég geggjaður, skilur við, það getur líka stigið mönnum til höfuðs. Þeir mæta kannski í næsta leik og bara, herri, ég geti þetta alveg, ég ætla að leyfa mér eitthvað aðeins meira, ég er með smá forskot. Algjörlega. Leikurinn búinn bara beint í háttinn. Það eru 18 leikir eftir. 9 kvöld sem eru eftir. Þannig að það getur margt breyst og það verður mjög spennandi að fylgjast með þessu næstu 9 kvöld. Þannig ég býst við að þið áhorfendur góðir verið límd við skjáinn vegna þess að við verðum hérna límdir við skjáinn. Já, það bara, ég allan ekki að fara neitt held ég nema að ég sé tilneittur til. Þetta búið að vera ekkert smá skemmtilegt og mér sýnastu líka eiga ansi mikið af góðum og hæfileikaríkum spilurum. Algjörlega. Og jafnvel, skilur, einhver spilarar sem ætluðu sér að taka þátt eða náðu ekki að komast inn í kvöld, þeir gætu bæst við fyrir næstu viku. Því að þó að það sé, eitt kvöld að stigum búið að fara úr pottinum, þá þetta svo langt frá því að vera búin. Ef þú ert að úti og ert bara eitthvað, heyrðu hérna, ég skráði mig, það var eitthvað tæknivesen, ég komst ekki inn í kvöld, ég ætla bara að koma mér þarna inn og ég held að ég geti unnið rest, að þá ennþá séns. Algjörlega. Það voru 20 stiga með myndi, 60 stig hjá þeim sem voru í fyrsta seti, 40 stig hjá þeim sem voru í öðru seti. Það er nóg af stigum í pottinum og nóg af peningavelunum líka, og líka bara að halda titilinn, bara vera með hann titil. Þannig að þetta er mikið sem vinna að ná sér innan titil og ná í peningavelunum. Og líka bara komast í hann top 50. Fá að keppa hérna á arena með alla sitandi hlið við hlið. Það ákveðin lífsreynsla. Það verður skemmtileg útsending hjá okkur sem þá þessi 11. útsending af þessum 11 í heildina, sko. Já. Eitthvað við þetta bæta, Aron? Nei, ég held að þetta sé bara, mér finnst þetta bara frábært í kvöld. Já, bara geggja. Var eiginlega orðlaust yfir því, sko. Já. Virkilega gaman líka bara að sjá Fortnite og Íslandi vera komið einhvern veginn á þetta stig. Að við getum verið með útsendingar, við getum verið með spectator-mót og við getum verið að fylgjast með öllum þessum hasar eins og gerist. Já, ég ætla að það var sjáta á þetta á Atla X fyrir einmitt spectator-mótið, því að það er alls ekki gefins. Já, og bara spectatorinn okkar, Gabriela Krista, búin að standa sig vel í kvöld. 100%. Og svo náttúrulega framleiðandinn okkar, Gunnar Björn, markum rómaði. Já, hann suðaði fyrir útsendingu og hann vildi að sjáta á þetta. Já, hann fekk það loksins. En já, herðu, ég held að það sé nú ekki mikið eftir hjá okkur hérna í kvöld. Leikirnir eru búnir, umræðan er búin, þetta var fárlega skemmtilegt. Já. Og við horfum bara fram á veginn. Við ætlum kannski að kíkja í smá auglýsingar. Já. Það er hérna eins og, já. Já. Já, ok. Ok, það ætlar einhver að koma í viðtal? Já. Já.
Herðu, við erum að fara að fá gest. Já, Í það er gestur stúdíóið? í stúdíóið. Hún má fara í, sófan. Það er bara, Gabriela. myndatöku konan okkar. Hún er að stjórna hvernig við sjáum leikmenn og hvaða leikmenn við erum að fylgjast með. Þannig að hún hefur eitthvað með þetta að segja. Já, Gabriela, hvernig var upplifunin svona, þú veist, fyrsta skipti, fyrsta útsendingin? Náttúrulega stressuð, en spennt og ég elska náttúrulega að horfa á aðra að spila. Já. Þú veist, mér finnst það svo spennandi og eins og Denas, hérna það ekki? Jú. Hann rústaði þessu bara allt í henni. Það stóð sér vel. Það stóð svo ógeðslega vel og þetta var bara ógeðslega spennandi og þetta var bara mjög skemmtileg upplifun að vera þarna inni og stjórna þessu öllu og að fylgjast með. Já, og áttu þér upp á að spilara eftir kvöldi? Hvað, það er Kristó. Ok, Kristó eða óvenjulegi Kristó? Já, Kristó með sirpu. Kristó Já, og sammála. Denas, verð ég nú að segja. Kristó og Denas, bara þeir sem unnu fyrstu 2 leikina. Já, nei, þeir spila líka svo vel. Já. Þú helst líka með Red Bull í formúlinni þangað til að McLaren fór að vinna, eða ekki? Ég veit Nei, ég segi svona. það. Mér langar svolítið að halda með Tomper því ég held að hann eigi svolítið inni. Ég held að hann gæti mögulega farið að vinna sig upp stigatöfluna, sko. Ég veit að hann á mikið inni. Hann lendi þarna í vesinni, var búinn að spila leikinn vel framan á seinni leikinn allavega. Lendi í vesinni með storminn. Náttúrulega var með 2 leikmenn upp á eyjunni fyrir ofan sig á haldunum. Algjörlega. Hann getur ekkert þægilega hreift sig þá. Nei. Nei, ég er handviss að hann er mikið inni sem og bara margir spilarar. Algjörlega. Þú veist, Marcy X Twitch þarna líka, þú veist, fann fellu í seinni leiknum, hélt sér vel í highgroundinu í fyrri leiknum. Já. Þannig að ég held að það sé alveg... Ég fekk líka frétti beint í æð frá Marcy X Twitch. Hann er strákur. Já, ok. Hann nafni Marcy. Ok, já, það er bara gott að vita, þú veist. En ég man bara, við töluðum að það væri eitthvað engin skeppandi, þú veist, og ég vildi bara endilega komast að því hver það væri. En, óháð vel gert og hélt hægrandinu eins og algjör kóngur þar. Og stóð sér vel, fann felluna í seinni leiknum eins og ég segi. Og við búumst vantilega við meiru frá honum í næstu útsendingu líka. Algjörlega. En hvað segirðu, Gabi? Hvernig var, þú veist, hvað var það erfiðasta við það að vera myndatöku stjórinn í þessar útsendingu? Sko, það var svolítið erfitt fyrst að finna út náttúrulega hverjum ég ætti að fylgja. Já. Þannig, mér fannst það ganga betur í seinni leik hjá mér. En annars fannst mér standið mig vel, sko. Já, mér fannst það líka. Já, takk fyrir það. Ég vona að áhörður heima hafi notið líka. Já, vonaði líka. Þannig ég er bara spennt að halda fram. Já, frábært. Herðu, takk kærlega fyrir að koma og vera með okkur aðeins og við vonandi fáum þig aftur í framtíðar útsendingum. Já. En, Það búið að vera skemmtilegt í kvöld, mjög skemmtilegt. Og ég hvet ykkur til að vera með okkur næstu 9 mánudagskvöld. Klukkan 7. Leikir byrja 7:30. Það var okkur ekkert að vanbúnaði nema bara að þakka kærlega fyrir okkur, fyrir hönd sjálfsmýns framleiðslu teymisins, Arons, Gabi, Stefáns, alla. Þá kveðju við ykkur og hlökkum til að sjá okkur næst. Geggjað! Woo!